Star Wars, þegar þú hugsar bara þetta merki, hvað þýðir Star Wars fyrir þér? Stór spurning. Já, þetta alltaf stór spurningur í raunveru, en ég búin að vera að hugsa þetta núna síðustu viku og bara raunveru ofta, en síðustu vikuna ég búin að vera að hugsa sérstaklega þessa spurningu. Hvað Star Wars? Og að því að maður horfir á eitthvað svona eins og Andor sem ekki með þessum íkonískum öflum eins og Sith og Jedi, þá hvað þá eftir? Hvað Star Wars? Það andspyrnuhreyfingin? Það munaðarleysingin á ruslplándinni? Þetta svo flókið. Það samt einhver svona atmos, einhver svona umhverfi sem við skiljum strax. Og það bara eitthvað sem Lucas setti bara strax úrlega inn í, bara hvernig það byrtist, þessi byrjun, pláneta, gameskip, þú veist bara, pláneta, gameskip, þú veist bara, ég konið Star Wars heim? Það tónlistin? Þetta rosalega flókið. Þetta flókið spurning. Að því að það einhvers staðar, þú veist þetta Star Wars, en það erfitt að negla það niður, en kannski það bara þér sagt þetta Star Wars, og þá bara samþykkir það. Og þá spurningin, eitthvað í þessu sem dregur þig út, eitthvað sem stöðar þig og hugsar nei, býtu nú þetta og ekki heima hérna. Og það svolítið það sem ég hef verið að pæla síðan Disney keypti. Og það svona hlutir sem svona stöða mig, kippa mér út úr disbeliefinu. Sem þér finnst þá kannski ekki eiga heima í Star Wars þætti eða Star Wars mynd? Já, en þú veist, kannski ekki heima, en allan svona stöða mig, svona trufla mig. En eins og með Andor, við munum kafa þessi í þessa seríu. Já. Eftir smástund, ég ætla aðeins að spyrja það fyrst út í bara með Star Wars og svona myndirnar og kannski fyrir seríur á Disney+. En eins og Andor, þetta rosalega öðruvísi Star Wars efni. Jú, kannski það sem líkast þessu Rogue One. Já. Myndin. En fyrir utan hana, þá á ég rosalega erfitt með að setja Andor, ef við tökum bara lúki og feelingun í seríunni, ég rosalega erfitt með að setja þetta alveg hliðin á Phantom Menace eða Force Awakens. Já, þetta Tekur undir það? Já, en þetta samt alveg þetta þessi munaðarleysingi sem elst upp við aðstæður í erfiðar aðstæður ættleiddur í raunur af eitthvað svona safnara fjölskyldi sem að stela auðlindum hér og þar heiminn. Og þetta svolítið, maður bara fær beint í Luke aftur. Luke var var þessi tinkergaur sem var alltaf fíkt í tækninni. Hann bjó ættleiddur af frænda sínum frænda sínum, þannig séð. Og þetta svona, vera á þessari sandplánutu, þetta svona mismunandi, þetta allt einhvern veginn sandplánutur. Ótrúlega að þetta sé ekki til. Það hugsanlega, kannski þetta sandplánutur þegar það ekki terraforming í gangi. Já, eða kannski alltaf bara svona haldið, verður þetta ekki vera sandplánuta? Allan ekki 2 sólir á hverju einasta stað, það væri þetta ekki valmöguleiki í raunveruleikunum. En eins og bara með Andor, ég meina, bara dramatíkin og svona í þessu, það fyrir mitt leyti, mér fannst þetta að vera að mörguleiti fullorðinslegra heldur margt sem það hafa gert áður. Þú ert ekki saman því? Jú, þetta klárlega fullorðinslegra, það ekkert eitthvað krakka element í þessu, það engin... Þið líður ekki eins og sé að selja dót? Nei. Þess að búið til karakter til að selja dót? Þetta ekki eins og, jafnvel B2 Emo hann ekki settur upp vélmenni. Já, vélmenni. Hann ekki settur upp sem eitthvað skonar leikfang. Hann alveg helst eftir karakter. Hann með stama og algjörlega. Tráma og Þetta karakter. Þetta karakter, eins og R2-D2 líka, algjörlega. Bara lifaður einstaklingur í þessum heimi. Ja. Annað en kannski, mér veist, BB-8 vera meira svona bara eitthvað svona nýgræðlingur, jafnvel krakki í þessum heimi. Já. Og einni úr komur ekki fyrst í Rise of Skywalker, vélmennið Dio og eina hjólinu.
Jú, það var bara, það var bara augljóslega verið að selja með leikfang. Það þurfti ekkit fleiri vélmenni. Það þurfti ekkit og hann fylgdi ekkit einhverjum karakter sem skipti einhverjum máli þannig séð endilega fyrir heiminn. Það getur verið hver sem með hvað vélmenni sem og það var bara að selja með þetta. Svo er þetta bara eitthvað stærri Lego-settunum í dag. En þeir líður alveg, sérstaklega að við erum orðið það gamlir. Maður svona fann að sluta að sjá í gegnum þetta og manni líður svona svo, já, þarna hefur við ákveðið bara, herru, getur ekki sett eitthvað nýtt inn og þá getur við sett það í pakka og það er að selja þetta á jólunum eða eitthvað skilur. En það er ekki Andor. Nei, það er ekki Andor, en það var samt alveg Return of the Jedi. 100%. Evoxar, 100%. Þetta átti að vera vákar. Já, en þegar ég náttúrulega sé eins og hana, ég er náttúrulega svo ungur. Ég var ekkert að spotta það. Nei, ég svo sem ég man ekkert þegar ég sá hana svo ungur. Ég man ekkert frá þessum tíma. Fyrst ég verið svona meðvitaður eitthvað með því ég sé horfa Star Wars svona 97 þegar alltaf endur kemnar ég sé þér í bíó aftur. Þá ert þú 12 ára. Já, 12 ára. En þá ég búinn að horfa á Vaffa-S við áttum, við hefum ennþá Vaffa-spólunar frá því sem keyptar 81 og eitthvað svoleiðis. Fórstu það á prequels í bíó? Prequels, já. Og prequels voru alveg, ég fór 5 sinnum á episode 1. Vá. Já. Og það var bara svo, ég með límda bíómiðana á veggnum, svona fyrir... Sapgripur bara. Já, þetta var bara, bíómiðana voru heilagur, ég átti Vaffa-spóluna í plastinu í mörg ár, var rosalega mikill fanatíkus þá. Og það skipti mér rosalega miklu máli eitthvað en Star Wars. Því ég var búin að alast upp í Star Wars fjölskyldi. Mamma talaði alltaf það, hún fór á 1977 á myndina, hún fór eitthvað double date með pappa og einhverjum öðrum og var bara eitthvað, hvað í andskotunum er þetta einhverju game mynd og hún kom út bara og er hún búin að vera þá aðdáandi síðan þá? Aðdáandi ekki aðdáandi, mamma er ekkert eitthvað svona bíóaðdáandi. Finnst þetta skemmtilegt? Henni finnst þetta skemmtilegt. Hefur hún séð meðlutina af þessu? Já, og hún er búin með Andor og... Já, það er meiri mamma mín, hún meikar ekki eitthvað Star Wars stótt og bara glemdi því. Leið og ég seldi henni Disney Plus með því að þú getur hort á allt Star Wars aftur og bara, já, Star Wars, það er enda svolítið skemmtilegt. Og veistu það, tók hún gamlu myndunar aftur? Nei, ég verður ekki skoða það, en hún er búin að horfa á Kenobi og hún er búin að horfa á Andor og hún er ekkert þetta, hún er bara í þessum leiknu. Hún hefur ekki dottið í Já, eitthvað svona teikni, eins og Clone Wars eða Bad Batch og hún er ekkert að spila Fallen Order á PlayStation. Nei, ekki ennþá. Kannski allinni, veit ekki. En við förum aðeins við bíómyndar, stiklum aðeins á stóru. Já. Og Lucas Emmett gefur út þessar 3 myndir hana, gömlu myndirnar. Já. Hver er besta? Eða þín uppáhalds? Mín uppáhalds með Empire Strikes Back er bara uppáhaldsmyndin. Hún er... Af öllum? Ég veit ekki. Ég berst svolítið... Þú ert Last Jedi maður? Já. Samt ekki. Ég veit ekki. Mér finnst Last Jedi vera rosalega góð saga. Ég er rosalega ánægð með hvað Rian Johnson reyndi að gera. En mér finnst og ef ég ætti að... Nú erum við hægt að tala um þessar myndir. Við erum að tala um gamla myndir. Við erum að tala um 77 til 83 núna. Skulum bara einbæta ykkur aðeins að því. Empire Strikes Back, klárlega bara besta myndin á þeim tíma og það er ekki Lucas að þakka. Því miður. Hann er ótrúlega góður höfundur og hann er með ríkan söguheim. Eins og maður sér í Indiana Jones og öllu öðru sem hann gerir. Willow, bara álæðslega ríkur söguheimur. Æðislegt. En sem leikstjóri og handsöndur, þá er hann bara arfaslappur. Hann er alveg bara sorp. Ég tek undir það. Hann pankar út þessari ömurlegum setningum. En hún er með berga, finnst mér, þar. Og Empire Strikes Back er rosalega góð mynd, en hún er samt, fólk gleymir þið oft. Hann var að endurskrifa þetta og breyta þessu, átti veitir að vera pappa hans, það var ekkert Leia og Luke, sískinni, nei, allt, Empire Strikes Back endar á þessu svolítið svona opnu með það og... Þú meina að hann var kannski búin að ákveða allt eitthvað svakalega? Nei, hann var bara writing as it goes, mjög lengi. Kannski bara viss heppni þá, hann gert eitthvað svona gott. Munurinn er þetta, hann var með fólk og hann að bakvið sig, að
sem var mjög hægt og sagði nei við hann, þetta bara, þú ert að kapna í eigin hugmyndum og hann, þú ert bara aðeins að stiga frálega okkur aðeins að sikta út úr þessu. Og bara Loris Kastan og Richard Marquand, einstaklingar sem voru þannig af öðrum ástæðum, af hverju var hann ekki, hann þekkti fullt af stórum leikstjórum, af hverju var hann ekki með allar þessar stóra vini sína í að gera þessar stóru myndir. Veistu svarið við því? Svarið við því einfallega að hann vildi ekki kreditin einn stórum, hann vildi að þetta væri alltaf bara George Lucas in a galaxy far away. Já, hann var að vera utan öll þessi félug, af því að innan lagalega ramma að þú kemur kreditið oft undan í titlum á hanni. Vá, ég aldrei pælt í þessu, þetta góða punktur. Það bara þarf að byrja á królinu, það má ekki vera eitthvað nafn. Og það líka, ef það nafn, þá þetta ekki lengur Lucasmynd eða Star Wars heimur það bara, og það villa sem gerir síðan þegar Disney kemur, þau skilja ekki hvað Star Wars þannig sé. Ok, Empire besta þessum þremur og við erum ekki að fara djúpt í myndinar, en tökum aðeins prequels. Skipta skoðanir með þær. Já, eðlilega. Þannig eftir komið kynnslóð af aðdáðendur sem eru fannir að meta hugsa þetta í gegn. Og líka uppurluð aðdáðendur, orðnir eldri, fullari fólk. Já. Svo fáið Phantom Menace. Hvernig fannst þessi prequel þrílingur hefnast? 1999 ég, 14 ára gamall. Já. Ekki? Jú. Með eitthvað svoleiðis. Góður aldur, myndi ég halda, svona því byrji. Ég var rosalega spenntur. Það var ekkert sem einhvern veginn stuðaði mig við þessa mynd. Ég fór hana 5 sinnum í bíó og bara, það var ekkert, Jar Jar Binks var ekkert eitthvað truflun. Hann var skrítinn og svona, mér finnst alveg óþægileg röddin á hann ennþá í dag, en hann stuðaði mig ekki á þeim tíma. Þú hataði hann ekkert? Nei, ekki á þeim tíma. Svo fór ég að hata hann kannski svona eftir 4-5 ár og fannst það bara, hvað varst það að gera? Akkur leiður þessi gerast? Akkur var enginn sem sagði nei við hann á þessum tíma? Og svo leiðu annur 4-5 ár og mér bara alveg slétt saman. Í þessum risastóru hugur heimi Star Wars, þá svo margt sem höfðar til fólks og ekki til fólks og svo heyrum maður svona sögur eins og að fólk hafi hatað Yoda á sínum tíma og hatað C-3PO á sínum tíma og ég bara, ok, ég nenni þessu ekki. Ég hef ekki orku og tími að hata eitthvað sem ég finnst skemmtilegt. En þannig að þér finnst Jar Jar Binks þá í dag, þér finnst þetta alveg skemmtilegu karakter. Já, en mér finnst mjög gott eða þetta bara nútral? Mér finnst mjög gott að hann feita, ef ég er bara nútral, mér finnst gott að hann feitaðist út yfir seríunar. Hann var, ég finnst hann þreyttur að hann verið kannski stór karakter í gennum allar 3 myndunar. Hver þín uppáhalds af þessum 3 prequel-myndum? Þú sagðist á að sé Phantom Menace 5 sinnum. Já. Í dag. Hver þín uppáhalds? Sith. Já. Það ekki bara legit góð mynd? Það legit góð mynd. Hún kannski illa, handritið svolítið erfitt og... Kannski dialógi og svona. Já, hann, eins og ég segi, Lucas kann ekki skrifa dialóg og hann ekkert sérstaklega góð leikstjóri heldur, hann dregur ekkert upp úr fólki og það var svo leiðilegt hvað Hayden Christensen og Jake Lloyd voru að fá, mikið hatur yfir sig þegar yfirvaldi var vandamálið. Það alltaf að kenna Lucas þetta. Já, þessar línur sem Hayden fær og svona, ég meina. Það bara klárlega á honum að kenna að setja þessar línur sandinn, þurft og óþægilegt og eitthvað. En var ekki Sith tölvöld betur en Attack of the Clones? Jú, klárlega, og miklu betur og það samt þarna að vera ótrúlegt, af því þarna hann að gefa Boba Fett baksögu og gera karakter sem Jango Fett sem hefði bara potensiál vera fan favorite líka, en einhvern veginn tókst hann ekki að gera þetta stórt af því að hann bara einbeitti sér einhvern veginn á öðrum hlutum og mikið á samband á þurft samband Amidala og Anakin. Finnst þér þessar prequel-myndir eftir að nú ertu búin að sjá þessar framhaldsmyndir og Disney er búin að kaupa Star Wars og eru búin að fleiri seríur og það eru meira efni til af Star Wars í dag. Horfur eitthvað öðruvísi á þessar prequel-myndir eða þetta bara svona svipað stað? Finnst þér að vera áhugaverðari, finnst þér að vera betri, finnst þér að vera verri? Mér finnst það betri að það búið að fylla upp í eðunar. Clone Wars búið að fylla upp í ákveðna svona persónusköpun og hannig og Filoni þetta skilur Star Wars. Filoni skilur Star Wars, hann veit hvað gerist, hann vann með Lucas, Lucas hefur greinilega sagt hann eitthvað sem hann hefur gripið og bara já, ok, ég skil þetta núna, ég veit hvað það fara með þetta. Og það skiptir rosalega miklu máli fyrir
þessa uppbyggingu að fá hennan söguheim. Annars eru bara ákvarðanir hjá Obi-Wan og Anakin mjög skrýtnar og samtölin hann eins og mitt í episode 3 þar sem alltaf vitni í einhverja barda eða atvik og hannig og á að búa til eitthvað svona samband á milli þeirra. Það er skrítið og maður langar alltaf að vita meira og það er mitt svona högg á söguþráðan bara hvað er þetta? Mér langar að vita hvað þetta er og svo er það kynntinn eða svona allan að þó þess ekki akkurat þessar aðstæðu kynntarinn þá er það gert í gennum Clone Wars að aðeins að svona fá, já, þeir voru svona nánir, þeir voru alltaf að bjarga hvorum öðrum. Ertu búin að sjá allt Clone Wars? Já. Ok, ég hef ekki séð allt, en það sem ég hef séð fyrst mér virkilega gott. Þetta snýst þeirra bara tíma mér, ég hef ekki alveg tíma til þess að horfa á þetta allt, en vandastöf og eins og margir að sagt mér, það bætir svolítið príkúl-einhvern. Það bætir príkúlin og ekki bara príkúlin, það byggir upp eins og Ahsoka sem karakter til þess að byggja upp síkúlin í rauninni eða söguheimin sem við erum að vinna núna með. Þannig að hvernig hún kynnist inn í Rebels og hvernig Ahsoka kynnist núna inn í Mandalorian og Ahsoka greinilega að verða meiri karakter fyrir framtíðina en allir hinir. Ég mjög spenntur fyrir henni, mér finnst líka bara geggja casting, Rosario Dawson finnst mér skemmtilega leikuna. Já. Og gaman að sjá að því hún fann alltaf sína seríu. Ok, spólum aðeins fram í tíman. Gefum hlut Sith 2005. Svo fáu ekki aðra live action leikna bíómynd fyrir Force Awakens 10 ára seinna. Þessi nýji þríleikur. Komdu með það. Gott, sko, mér finnst það ég er búin að hugsa þetta og hvort þetta séu góðar myndir eða ekki, er þetta góðar Star Wars myndir og ég persónlega er konist en þetta séu góðar kvikmyndir, vandaði kvikmyndir, það er góði leikstýrar að koma að þessu með listræna sín og kunna skrifa alls konar samtöl en þetta er góð kvikmyndir, uppbygging, allt er góð, baksaga og heildar svona story-lænið, bara fínt. En þeir skilja ekki Star Wars. Þeir vissu ekkert hvað var að fara í. Þeir báru enga virðingu fyrir efninu. Þegar þú segir skilja ekki Star Wars, hvað ertu með í huga? Ertu með eitthvað sérstakt í huga? Hvað vantaði þá? Bara uppbyggingu. Af hverju það fara svo rosalega hratt í gegnum heim sem allt inn í 30 árum síðar. Frá 30 ár, frá episode 6 yfir episode 7 í tímalínunni. Og þú ert að fara að vinna með sömu karaktera. Og þú eyðir engun tíma í útskýra hvað þeir hafa lifað í gegnum á þessum tíma og af hverju hafa það breyst. Og ég get alveg samþykkt það að Luke sé svona eins og hann er. Að ég læsti þetta en sé orðin bitur og þreyttur og hann er búin að búa einna þegar hann upplifði tráma við það, allir dói í kringum hann og það meikar bara sens, það er bara eins og Yoda gerði. Og Obi-Wan og allir. Það er bara eitthvað sem þreyttir Jedi gera, þeir bara fara í kulnun og fara í kulnun og það buggaði ekki, það bara vantaði uppbyggingu að það gerðist að því að ég bara sé heiminn en ég hefði viljað fá uppbygginguna og ég held að fólk sem pælir ekkert í Star Wars og er bara eitthvað næsta Star Wars mynd það er ekkert að pæla í þessu, það er bara samþykki gamall, kall, þreyttur, gott, ok, næsta og þessum er þetta gurðlega góðar bíómyndir fyrir almennan áhorfanda. En fannst þú að finna fyrir þessu bara strax þegar þú horfir á Force Awakens, þú sást hann bara í fyrsta skipti og ætti að fara hann í bíó fannst þú að finna strax bara svona, Ég fór hann í bíó og ég fór hann aftur í bíó bara held ég daginn eftir að þann næsta dag bara til að sagði mér, hvað var ég að horfa? Geggjum myndin, af hverju er hún bara aftur, af hverju eru að horfa episode 4 og 6 bara aftur? Hvers vegna? Og ég skilða á eitthvað svona framleiðsluferðlislega séð að þeir hefði bara, ok, við erum búin að kaupa franchise sem kostaði okkur slatta. 4 billjarði í reiðufé og hvað er það, 1,8 síðan í hlutabriðan til Lucas. Já, þetta var eitthvað þetta er hæpir $6 billion og þau þurfa bara, cash in strax. Bara græða? Eða græða sem fyrst. Þannig ég skil að þeir farið þetta ferli að reyna að gera sem fyrst, myndir sem laða inn strax. Var þetta safe mynd? Þetta er safe bet. Þetta er bara kunnulegt. Það er ekkert ónýtt þannig sem fyrir Star Wars aðdáðanda
og það algjörlega ekkert ónýtt fyrir einhvern sem bara leikmaður sem að koma að þessu í fyrsta skipti eða bara hefur séð eitthvað af þessu, þú getur alveg eins byrjað þarna, þessi þrílíku stendur sjálfur sér fyrir hérna almenna kvikmyndagerð. Já, þú getur alveg hort á Force Awakens og Jedi og svo Rise og bara sagt, sem bara svona eina heild og það er byrjað bara búinn. Og það ekkert hægt að segja þess að myndi séu, það margir aðdáendur mjög ósáttir en það ekkert hægt að henda í rusli, það þénuðu vel. En lækkuðu er ekki alltaf? Alltaf Force Awakens svona langvís? Jú, eitthvað, en Force Awakens og Last Jedi mjög svipað. En síðan droppar það hana hjá Rise of Skywalker. En komdu aðeins með Last Jedi, að því hún splittaði í rauninni aðdáendahópnum alveg bara búm. Já. Ég þekki fólk sem að dýrkar hana, Star Wars nördar, svo þekki líka Star Wars nördar sem þólan ekki. Þú segist vera jákvæður gagnvart henni eða hvað? Mér finnst hún sagan í henni alveg æðisleg. Mér finnst vera einhver skilningur á því að víkka út söguheiminn. Mér finnst þetta það að tvinna saman þau tvö, Kylo og Rey í gegnum forsið, vera mjög skemmtileg hugmynd. Og er svolítið bara í tengslum við það sem Lucas sjálfur hafði hugsað sér. Það með þessar midi-chlorians pælingar og The Wills svo köllu sem áttu víst að eru að stjórna heiminum. Veitu, hvað er það? Þetta áttu við uppalega að heita Wills eru þeir sem Jedis áttu fyrst uppalega að heita Wills og svo breytti það í Jedi og Wills urðu síðan einhvers konar verur sem stjórna heiminn. Það koma fyrir í Clone Wars þáttunum. Ok, er það eitthvað svona guðlegar verur? Já, það bara guðlegar verur sem bara er að vinna með þetta balans þannig í heiminu og er að svona pikka inn hluti og henda hlutum og þeir eru algjörlega geta nýtt sér það sem búið að koma fram. Þetta tilbúið í hugmyndunum og þegar Force Awakens kemur út, Force Awakens hugsanlega eins og Finn, allt í hennu bara, hann bara hættir, hann bara fær eitthvað svona sjokk. Já. Og ég upplifði það þegar ég horfði á þá mynd að það væri mátturinn að velja hann. Bara svolítið svona pikki hann. Já, bara, nú vantar ykkur að breyta átt, þetta búið að vera ekki ganga í langa tíma, það er heimurinn að fara að snúast og okkur vantar gott afl að mótið vonda. Þegar vonda búið að rísa greinilega í langan tíma og First Order eru mjög stórt og ef maður trúir því á þeim tíma hafi verið búið að ákveða að Palpatine væri ennþá á lífi sem meikar alveg sens og meikar ekki sens eftir hvað maður er. Að veldið að rísa aftur, myrkrið að koma og sveipa sig aftur, að The Wills ákveði bara, við þurfum ný orku á henni góða. Og það er Finn og það er Rey. Og þau eru bara skeitt inn í veruleikann. Það er alveg cool pæling. Það er cool pæling og það er sama með eins og Loga og Anakin. Það er ekki að ganga upp. Það þarf eitthvað að pankast í heiminum og Anakin í rauninu sem krakki. Það finnst mér vera svona Wills að ákveða að Jedi veldið, Jedi Order eru bara staðnað og það þarf bara að íta við því. Og það er eitthvað myrkur að koma. Og það er að íta öll á stað. Og er þetta verur sem við fórum að sjá í Clone Wars? Já. Okkur ég heyra þetta í þetta fyrsta skipti. Og annað sem ég finnst mjög lítið rætt í Star Wars fanbase-inu er þetta með Anakin the Chosen One. Já. Er það kemur líka fyrir í Clone Wars þætti sem ég man ekki hvað heitir en það er í 3. seríu. Já. Að þá fáum við bókstaflega að sjá 3 þætti sem útskýra af hverju hann er Chosen One og hvað hann er valinn til að vera. Já, er það? Má ég spoila hérna? Já, þetta eru gamli þættir og ég bara skulda viðvörun fyrir hópinn. Skulda viðvörun. Hvað með það? Það eru þættir þar sem að þau eru dregin einfallega inn í aðra vít eða svona annan hliðarheim og lenda á plánundu. Þú segir þau? Það er Ahsoka, Obi-Wan og Anakin. Þau eru bara tóguð af miklu öflura krafti inn á plánundu
sem engin annar veit eða þau veit ekki svona hvernig þeir eiginlega komast þangað, þeir eru bara tvoguð þangað, lenda þar og þar er faðir sem á 2 börn, hans var monda aflið og góða aflið og starf hans á þessari plándu að þau eru sem tákmyndir góð og illa, hann er að viðhalda jafnvæginu, nema hann er að deyja og hann getur ekki viðhaldi aflinu lengur í heiminum. Hann getur ekki haldið þessu jafnvægi, þannig hann togar inn Anakin, hann telur að hann sé hinn útvaldi máttur til þess að taka við. Og þetta eru 3 þættir þar sem að leggjast svona þrautir fyrir Anakin og hann leysir þær eftir bestu getu, mikil torsk þetta milli hans og Obi-Wan og Qui-Gon kemur aðeins inn og sem svona forstraugar. Þetta er áhugaverð. Þetta er nefnilega og þetta er Filoni, ég treysti honum fyrir að vita hvað Lucas hafði hugsað sér og af hverju hann fer þangað. Þetta er bara þannig kenningin hinn útvalda, bara útskýrð í 3 þáttum og bara afskrifuð. Bæði útskýrð og afskrifuð á saman bretti. Að þetta kemur ekki segja ekkert, aftur fyrir. Það er svona áhugavert að heyra þessi lið. Ég vissi þetta til dæmis ekki. Og þetta eyðileggur hugmyndin að hann hafi verið útvalinn til þess að vera eitthvað að berjast á móti Sith. Þetta er miklu stærra. Hann er ekki bara útvalinn til þess að berjast á móti einhverjum einum Sith. Hann er útvalinn til þess að halda jafnvægi alls heimsins milli 2 mjög öflugra. Svo Sith og Jedi. Þetta er illt og gott. Þetta er bara illt og gott. Af því að hann er ekki, þetta er ekki Jedi vera og Sith vera. Þetta er bara illt og gott. Dóttirinn er góð og sonurinn er af hennu illa. Ok, förum aðeins hratt yfir þetta. Já. Svo höfum tíma fyrir einmitt Andor. Ok, svo byrjar að gera líka svona stand-alone myndir. Þeir eru með Solo, þeir eru með Rogue One. Já. Bara í stuttum máli, hvernig veist þær myndir hefnast? Mér finnst það geggjaðir. Mér finnst það algjörlega bara, mér finnst mjög leiðilegt hvað fór fyrir Solo. Ég veit að hún er bara komur orð, því að hún var ekki eins léleg og ég hélt fyrir sáni bíó. Er ekki léleg, hún er bara geggjumynd og klúðrið er bara markasetning. Það er þetta ráða hana 2, ég man ekki hvað þetta er, Phil Lord og sem átti fyrst að gera myndina. Chris Miller. Já, það getur verið, Lord og Miller. Lord og Miller, já. Og þeir fara bara í aðrar áttir, eyða fullt af peningum, eru bara að taka rosalega langa tími að gera spunaatriði og ég vil að sjá þeirra mynd, sko. Algjörlega, ég vil sjá hana. En þeir fóru bara svo over budget. Já. Og þeir voru að skila af sér dailies, svona, skotunum seint, þessi framleiðendur vilja sjá hvað er að gerast á hverjum degi, hvað er búið að gerast. En var ekki Disney-fólki bara hrætt? Jú, þeir eru bara hrætt, þeir virtist ekki hafa neina sín, vildi bara prófa eitthvað nýtt og því. Það mál? Já, endalega tökum við langt fram yfir tökutíma og það var bara ekkert að gerast almennilega hjá þeim, að þeir voru bara að pína leikari í spunaleikriði sitt, bara improv settið hjá Lord og Miller og þeir bara urðu hrætt og þá bara, ok, við verðum bara að fá ykkur sem við getum treyst strax, hvern tekjum við? Ron Howard. Bara, og hann kom mjög seint inn í þetta. Kom seint og hann fekk nokkra mánuði í tökur viðbót, 4 mánuði eitthvað, þetta var. Já, svo bara kom hún, hann alltaf var að keppa eitthvað deadline. Já, myndin hafði þetta aldrei hægt að koma á þessum tíma, hún kemur. Er hún ekki, Last Jedi, var hún ekki í desember, kom ekki Solo bara í mæ? Jú, það er svolítið. Það var einhverju 6 mánuðir eitthvað bara á milli. Það er svona trufla hver aðra, einhvern veginn. Líka því að Last Jedi, eins og talum að hún var splittað svolítið svona aðdátt á hópnum, þá var alltaf líður Solo svolítið fyrir það. Já. Að því að margir fóru bara í fíl, þau eru bara fúlir, þetta er bara, mér finnst það lélemynd, ég fíldi ekki, bara eitthvað ný starfsmynd, nei. Já. Það er alltaf tilfengið sem maður fjær. Þetta er bara hættulegt líka fyrir myndir ofta að lenda í endurtökuferli og umræða sem er ekkert jákvæð. Já, einmitt. Það er bara óþægileg umræða og þegar fólk fer að horfa á myndina með það í huga, hvað misti ég af? Hvað misti ég af? Hvað ég að horfa á sem ég gæti hafa, hvað ég hefði getað fengið í staðinn? Þetta er bara svo þegar Edgar Wright alltaf ekki Ant-Man. Edgar Wright alltaf ekki Ant-Man og búin að skrifa handrit og allt og alltaf bara að kýla það, svo hann látið fara, eitthvað creative differences er svo sagt. En maður hugsar, en það dag hugsaði ég með mér, vá, ég væri alveg til að sjá
Ant-Man myndir sem Wright hefði gert. Já. Svo hvernig myndi það verið? Þetta bara alls konar svona sem maður hefði getað viljað sjá. Maður hefði viljað sjá Lucas 3-leikinn 7, 8 og 9. Já. Hann búinn að hugsa þetta þannig að þetta væru þá með áherslu, hann segir það eftir á. Hann sér fyrir sér barnabörnin og eitthvað svoleiðis. En hann má ekki gleyma því að Disney kaupir Star Wars og í framleiðsluferlinni í áttina að Force Awakens þá verið að auglýsa eftir leikur. Það verið að auglýsa eftir persónur. Og það var einhver Kira og Sam voru persónunar, einhver ungi krakkar sem áttu að vera. Það var uppalega pælingin. Svo þau bara hent í ruslið. Þessar persónur kom aldrei fyrir. Nei. Í raun og veru. Þetta átti, það var allt, virtist alltaf byggist í áttina því að vera börn sem tengdust, myndin ætti að fjalla krakkar sem tengdust inn í Solo eða Skywalker fjölskylduna einhvern veginn svoleiðis. Rogue One. Hún bara fullkomin starfsmynd. Bókstaflega neglir allt. Myndu fara ofalega hjá þér yfir alla myndinar? Mjög, já. Eiginlega, hún gæti jafnvel bara vera á toppnum því hún bara, hún fullkomlega hnýtir alla enda til þess að bara poppa beint inn í A New Hope. Hún gæti bara virkað eins og hún hafi bara komið út þá. Það ekkert einhvern veginn þannig að maður hugsi þetta er glæný mynd sem svona að gera. Hún nánast, hún bara virkar inn í útlitslega séð og leikarlega séð, þú verður að nota gömul skot úr X-Wing skotron, tökum, úr A New Hope og bara koma því fyrir. Þetta bara svona B-tökur sem bara virkuðu og þetta bláa teimi og líka útskýra þetta Blue Squadron sem, af hverju var það ekki í þeirri mynd, í A New Hope, af hverju var það Squadron ekki að ráðast að destar í A New Hope, þannig að það voru litt ánir. En það mynd sem ég þarf svolítið að rifja upp, að ég var fyrir vonbrigði svona í bíó. Já, en ég alveg vissum, mitt álita Star Wars hefur bara breyst svo mikið, bara síðustu 2 árin. Já. Ég aðeins meiri Star Wars maður í dag heldur en ég hef nokkuð verið. Og ég er spenntur að rifja upp Rogue One og ég er báðum áttu hvort ég að gera það bráðum, út af Andor, eða hvort ég að býða eftir seríu 2 af Andor, af því hún á að leiða bara beint inn í Rogue One. Það mjög góð pæling. Þannig ég myndi gera það. Já, ég er veltaði fyrir mér. Klálega, ok, nota það. Förum aðeins yfir bara stutt sjónvarpsseríuna, Mandalorian, Book of Boba Fett, Kenobi og svo Andor 4. Já. Þessar 3 seríur, tökum bara Mandalorian, Boba Fett og Kenobi. Okay. Hver er svona þín uppáhalds? Fannst þetta vel heppnað? Já. Hvernig finnst þið Star Wars í sjónvarpi? Mér finnst Star Wars bara eiginlega fullkomnar í sjónvarpi. Mér finnst miklu meira, þetta eru kaplar eða bækur sem hefur verið að segja okkur. Þetta er bók episodes, þetta er svona kaplaskiptir hlutir og mér finnst það miklu meira make sense í styttra formi, að vera að horfa 40 mínúna hluta, eins og lesa kapla í bók, eins og episode sé bara bók og þess vegna fyrst mér þessir þættir virka miklu betur, eins og þetta kafa hans dýbra, meiri persónusköpun, kannski Star Wars ákveðna persónur, kannski Star Wars, ég veist eitthvað svona, eins og ég segi, þegar auðvitað þessi andspyrna við hið illa, ég genum allt, það er alltaf þessi andspyrna við hið illa. Já. Og af þessum 3 seríum myndi ég nú segja að Mandalorian sé ferskasta innlitið í Star Wars og og er svona gott nýtt upphaf og það vera að og þá Filoni kominn. Já, og Favreau og þeir bera virðingu fyrir efnið, þeir eru áhugasamur efnið, þeir kafa greinilega í lórið, þeir skilja hvert þeir að fara, þeir ekki bara eitthvað svona að grípa eitthvað svona tákmyndir hér og þar bara til þess að líta vel út, þeir eru að vinna með eitthvað, þeir eru með hugmynd, þeir eru leiðin eitthvað og maður finnur það. Man líka líður eins og við vitum þessi þannig, það er ekki svo að það bara fengi einhverja gauðra. Bara við þurfum að henda Star Wars í sjónvarpi, komið þið bara, þeir eru greinilega einhverju listamenn, eins og segir, sem skilja lórið, þekki þetta, maður finnir fyrir ástríðu. Já, ég veit ekki hvernig Favreau kom inn í þetta og ég hafði ekkert upplegað hann sem einhvern Star Wars átandi. En ég held að hann hafi sótt í þetta. Já, ég held að hann er komin inn í Disney-veldið og bara, þið eru að fara að gera eitthvað, ég vil vera með. Mér var skeggja gaman að gera með Marvel, mér langar að gera eitthvað svipað. Já. Og ég held að þar hafi líka fattað þetta, það sem ég kalla Kevin Feige-leiðina, að reyna að búa til einhver svona heim í dag. Já, einmitt.
og það þyrfti að gerast og þyrfti að vera, Filoni þyrfti að vera þar, hann skilur þetta og hann þarf að vera þar. Þeir voru að starta Force Awakens, það voru bara ekki búin að fatta þessa hugmynd. Nei, það er svona að vanta eitthvað góðan hugsuð eitthvað. Það vantaði bara eitthvað leiðtúa. Já, leiðtúa. Þau voru bara mikið með stjórnarmeðlimi Disney, Bob Iger og Kathleen Kennedy eitthvað hana bakvið sig og horfa bara eitthvað svona markasfræði, hvað Reddit-fræðinir að segja. Ok, þau voru rosalega neikvæðir þetta, við bara breytum, við bara snúmum sér við, bara flip it, bara gerum eitthvað annað. Ó nei, það virkar ekki heldur handskotin. Hvað gerum við næst? Aftur tilbaka? Ekki góðu skrift af hverju góðu. Nei. Förum núna í Andor. Af því að mér finnst þetta merkileg serja. Já. Og bara stutt aðeins frá mér. Þegar ég heyrði af þessu fyrst. Andor. Ég bara að djóka. Hvað, af hverju? Hver að byrja þetta? Ég nenni ekki að horfa einhver serju einhvern auka karakter og Rogue One, fannst þetta bara óspennandi. Ég hef alltaf verið að þeirri trúa það verður að vera geislasverð og Jedi og Sith og eitthvað svona. Þannig að ég var svona smá búin að afskrifa þetta. Svo sé ég trailerinn, skítlúkkaði. Og ég var alveg bara svona, ok, ég er forvitin. Svo horfði þessi serju og mér finnst þú sturlu, sko. Ég veit ekki alveg hvað, við höfum ekki talað almennilega Andor. Mér fannst þú sturlu. Mér fannst þetta bara svínvirka, mér fannst þetta virka líka bara sem góð dramaserja, ekki bara góð Star Wars serja. Og ég var eiginlega bara blown away, bara með hvernig þetta þessi leið. Bara að serja á búin. Ég eiginlega trúði ekki. Þetta væri svona gott. En, ertu sammála, hvað ert þú með Andor? Andor er að mínum að þetta besta Star Wars sem komið hingað til. Bara above and beyond. Þetta eins og HBO hafa ákveð að gera Star Wars mynd. Eða þætti. Hvað svo er það? HBO, þú veist, þetta er HBO Star Wars. HBO, já. Þetta er bara The Wire. Þetta er bara, þetta er þessi söguheimur, þar sem við erum loksins að fá að sjá hvað The Seedy Underworld. Það átti víst að vera eitthvað tíma líka 90 eitthvað, var verið að reyna að vinna í Underworld heimi fyrir Star Wars. Já, mér finnst ég að heyrt það. Já, og það var eitthvað verið að vinna í því, en það var ekkert úr því, en þarna er algjörlega bæði verið að vinna með, byggja upp þann svona spilta heim, þar sem verið að vinna með eiturlyf og verið að skiptast á einhverjum svona stolnum vörum og hlutum og smygli og þetta er allt bara tengist og þú farð að kynnast þessu. Fyrst ertu með Andor sem er bara einhvern svona eigin hagsmunaseggur að reyna að lifa í þessum erfiða heimi sem hann hefur engan sérstakann áhuga á að lifa samt í, en gera það fyrir, virðist þeirra systur sína og móðir eða stjúpforeldri sitt. Þetta er basically bara mammas. Þetta er basically mammas, en hann er og fyrst erum við bara með einhvern óheppin munaðarleysingja sem lendir í kasti við laugin og við fáum hann Silkurn sem hefur sérstaklega áhuga að reyna að eltast við hennan morðingja og við erum fyrst bara með eitthvað, þetta er óheppin strákur, hann lendir í röngu tíma, röngu stað og allt fyrir svona stað. Og kynningin honum er geggjuð þegar hann er á barnum, hann að leita einhverju, ég var ekki alveg hvað, hann var ekki að leita hann er að leita systur sinni, fyrir okkur bar og við fáum svona hægt og rólega að kynnast þessu systur og hann í gennum flashbackin. Og svo lenda niður hann drepur mann og svo annan. Drepur hann 2 á bara fyrstu 5 minútur. Já, hann drepur, hann lendir í bardaga og hinn aðalinn sem hann er berist óvart skítur, þeir óvart skjóta í bardaga hinn og hann dauður. Alveg rétt. Og þegar hann sér það, hann fuck, ég þarf bara að koma út þessu, hvað ég gera? Get ég leyft þessum að lifa? Nei, ég drepa hann bara. Og þá byrjar þetta. Já, þá byrjar þetta. Það er bara, þessi krækjar sem dregur þið inn í sína, hvað er að gerast? Hvert erum við að fara? Hver er þessi maður? Hver er þessi Andor? Já. Og þó hefum við kynst honum í Rogue One, þá er það ekkert endilega sami, þetta er ekkert sami Andor. Við erum ekkert búin þetta er ekki sami Andor í Rogue One. Þetta er 5 árum fyrir Rogue One. Já, og við kynnumst mjög hratt, hann hefur engan áhuga á andspyrnunni, hann hefur engan áhuga að berjast fyrir einhverjum málstað, engan áhuga á neinu þessu. Hann hugsa sjálf sig, eins og þú sagðir, hann svolítið á þeim stað.
þegar við hittum á fyrst. Og hann með, þú sér það bara sem ákvörðun, hann hugsar sjálfur sig með það að fara aftur tilbaka og draga all vandamálin sín með sér til heimkynna sína, til vina sína og skilur eftir bæinn sín bara í ömurlegu ástandi, það er bara fullt af fólki sem deyr bara í kjölfari þegar ákvarðana hans og hann flýr sig hann bara í burtu. Það góð punktur. En hann flýr í burtu með eina einstaklingnum sem hann upplifir að geti hjálpað sér úr þessum aðstæðum, hún Lúthen, sem leikinn af Stellan Skarsgård, sem frábær karakter, alveg bara rugl. Og maður sér strax, Lúthen að frasa fullt af hlutum sem Andor að segja í Rogue One. Þannig að maður sér strax eins og bara Halbertan Lúthen sé að tala gegnum hann eða eitthvað svoleiðis. Já, eða bara, þarna lærimeistarinn. Þannig að við vitum það bara strax. Lúthen þessi, hann talar snemma í seríunni að tala fórnir og hvað hann, búin að fórna öllu og heimurinn sem hann að berjast við ekki heimurinn sem hann getur sjálfur upplifað. Hann á ekkert heima í þessum, hann þessi, andhetja. Og það Andor í Rogue One, andhetjan, sem búin að fórna öllu og bara skýtt með að ég búin að brjóta svo margar reglur, ég þarf bara að berjast með þeim ömurlegu starfsháttum sem veldið notar til þess að sigra veldið. En eins og með þessa séri, það þessi karaktera, mér finnst séri full af áhugaverðu fólki. Já. Hvort það heitir hún ekki Dedra? Empire konan sem Didra Miro. Já, sem mér finnst hún briljant. Mothma. Já. Mér finnst hún briljant. Val, heitir ekki Val, eða Vel. Jú. Anspinnu konan sem henni ekki systir Mothma, já. Snild. Biggs, snild. Sog og við fáum að sjá hann aðeins aftur. Já. Forrest Whitaker. Þetta bara fullt af geðveikum karakterum. Og mér finnst Sog og bara svo ég komið aðeins inn og hann finnst svo frábær, búin að vera, hann búin að vera í Clone Wars og Rebels og hann Já, hann byrjaði alveg, hann var fyrst í Clone Wars. Sjá hann þróast frá því að vera, algjörlega típan bara, ég tilbúin að berjast gegn veldinu, komum öll saman yfir í, þetta ekki ganga, þið eru ömurleg, ég hati ykkur, þið eru ekki eins og ég bestur í þessu, ég svo eini sem sé sannleikan og hvernig var berjast í veldið, eldi mig og bara hann trublaður og einangraður, í lokin, hann í Rogue One. Já, hann svona, eins og segja, hann búin að fara alveg, að því að, ég gleymi oft, hann var kynntur fyrst í Clone Wars. Já. Svo fyrst fá að sjá hann í live action í Rogue One. Já. Mér finnst cool að hann fara að vera með í Andor og enda líka eitthvað meira í seríu 2. Vonandi. Ég býst við því. En maður veit það ekki, hann þetta alltaf að mála sig út í hann vill ekki vinna með henni, af hverju að koma með hann inn í þættina ef hann vill segja bara, nei, ég vil ekki vinna með þér. En hvað finnst þér þá enginn, við erum bara að tala um það, bara geggjaða, við erum samlað það, geggjaða karakter, þetta fólk, með líðinu sem horfa á fólk. Já. Þrívíðar persónur. Algjörlega. Sagan, þetta náttúrulega svona hæst saga að einhver leiti, að vera að ræna þarna dótinu, að setna í sérinni, svo mér þess að vera að brjótast úr fangilsi, að kemur svona fangilsi, það kom alveg aftur að mér og mér varst það svo trillt. Mér fannst rosalega gaman að sjá líka bara hvernig vægi þátturinn fór frá því að vera fjall einn einstakling sem dregst inn yfir atburðarás og hann einn Andor þannig á flótta og það bara eitthvað svona einn starfsmaður inn að eldan, þessi Cyril Kern hana. Sem líka geggja karakter. Og svo komumst við að því, plottbreytingin, þetta hæst þáttaröð. Og þá allt í einu, bara það heila bara búið ákveða, þú átt nú að taka þetta í hæsti, klift, ISB komið í málið og það búið vægi þáttarinnar hefur bara breyst. Það komin allt annað öryggis ráð eða öryggissveit veldisins komin í málið og nú bara, það allt annað svona vægi á hvað verið eldan. Já. Og hann bara, það hrúast ofan vandamálin. Það gott drama. Það gott drama og mér, eins og ég segi, mér veist pólitíkin í heiminum, sturluð. Þetta bara ótrúlega fínt að horfa á samtalið frá milli Mon Mothma og Tay Kolma, þar sem hún að biðja hann aðstoð og hvernig hún byrjar samtalið. Gæsóð. Ertu ekki að tala um þegar þú veit ekki alveg hvort það treysta og hvað hann að segja? Og hann byrjar að segja, já, ég held þú sért ekki alveg tilbúin að heyra hvernig ég sé veldið. Gæsóð. Og maður bara, leiðir hann sinn í skennu samtali og segir við hann í lokin, ég held að þú sért ekki tilbúin að sjá hvað ég að gera.
gegn veldinu. Það bara, þetta eins og ég segi, þetta bara allt annar hópur af fólki að gera þáttaröð. Mér finnst líka, ég hef sagt það með fólk, það voru margir sem spurðu mig bara, hvernig fannst þér Andor? Og bara brilliant, þess að ég sagði hann. Mér finnst ég líka aldrei hafa fundið fyrir áður í Star Wars ógnin frá þessu veldi, hvað eru ógeðslega búið sem heimi. Það er svona með, að við höfum alltaf verið bara hana efst uppi, hjá Keysonum, hjá Darth Vader. Nú erum við komast að jörðina, með fólki, og hvað áhrif þetta hefur á líf fólks. Mér finnst ég finna fyrir bara, vá, þetta er svo mikil ógn, það er svo mikil hræðsla, þetta er ekki gott að búið sem heimi, og ég hef aldrei fundið jafn mikið fyrir því mikilvæg þess að vera með andspyrnu. Með þetta Rebel Alliance, sem er að berjast gegn þessu. Og það er svo áþreifanlegt í Andor. Ég hef ekki fundið fyrir þessu áður í Star Wars, ekki á þennan hátt. Nei, maður kemur þetta bara inn í A New Hope, þá maður svona bara skuttlað inn í atburðarás. Þess að maður bara, þetta er bara, þið er bara sagt, svona er þetta, það er einhver að berjast á móti þessu vonda og þú bara sættir við veruleika og þú bara dregst inn í þessu atburðar. En þannig er verið að byggja hana upp í gegnum þessar kúgun, í gegnum þessar öryggisveitir sem vinna sjálfstætt og þetta, maður getur séð tengingana við raunheiminn og þannig, hvað við sjáum bara í dag, hvernig lögreglu spilling er í heiminum í dag og þannig, og við sjáum þessar tengingar og þetta er alveg mér finnst það sérstaklega flott einmitt að sjá hérna hvernig við sjáum spillinguna innan öryggisveitana hvað þeir nenni ekki að vera að gera þetta, nenni ekki að fylgja þessu og við fáum Cyril Kern sem er, ég veit ekki, hann er mjög einbeittur í því að reyna að finna eitthvað svona rétt sín á sinn heim sem er síðan og þú ferð að halda með hann, að hann sér eitthvað spillingu og heldur að hann sé svo rétt sín að reyna að hjálpa kerfinu, kerfið er bilað, ég þarf að laga kerfið, en síðan fer hann bara að útrýma allir andspyrnu og hann maður heldur þess með hann, að því hann sér að eitthvað bilað, hann er að laga þetta og maður að styðja mannin í að laga þetta vandamál. Og nákvæmlega, bara vel skrifaður karakter, áhugaverður. Já, og hann hættir ekkert, hann er rosalega einbeittur og einstrengislegur, en samt með hann á þessa mömmu sem hann ennir ekki að hlusta á. Þú var ekki að drekka bláa mjólk alltaf í morgun? Jú, að fá allir, alltaf bláa mjólkin eða græna mjólkin eða, það er mjög yndislega, það er líka eitt atriði þar sem hann er að segja, hann er nýbúinn að segja, yfirmann nýbúinn að segja hann, hann er ekki allt þetta mál, yfirmann lappar út og hann lappar bara inn í, nánast beint inn í stjórnstöðun og segir, jæja, nú ætlum við bara að fara að eldast við þetta mál. Hann fekk ekki bara að heyra. Og það er einhver maður bara að borða bláar núðlur og bara, já, ég vil fá borð hérna og það var bara að fylgjast með öllum samskiptum í heiminum sem hvað var það Cassian Andor. Öllum. Svo er gaman líka, við fáum að sjá svolítið veldið, Empire, við fáum að sjá, ég veit ekki hvað maður kallar skrifstofufólki, við fáum að sjá svona annan vinkil, við erum alltaf að sjá Sith og Darth Vader og eitthvað svona, þetta er bara að sjá í rauninni ef ég fæði að sletta svona inner workings í þessu Empire og hvernig þetta fungerar og Deidra er svolítið metnaðarfull. Ekki bara Deidra, heldur bara þetta ráð sem hún situr í og Partagas sem situr fyrir því. Maður hugsaði að Tarkin hefði verið einbeittur í einstaklingurinn sem Partagas, hann situr þannig og hann hlustar á 20 einstaklingar sem hefur að gefa hann skýrslu og hann bregst þeim strax. Hann þarf ekkert að hugsa, hann er eins og sem búin að lesa allar þessar skýrslur, hann leifir samt fólki að tala og hann svaraði þeim bara strax, þú ert að gera þetta, þú ferð þangað, þú ert með fáránlega skoðanir, hann er búin að hugsa þetta, alltaf, bara eitthvað svona guðleg vera, hann er í þessu ráði sem veit, áður en þau vita hvað eru að segja, þá veit hann hvað eru að segja. Og þetta er gáðað fólk? Mjög, og mjög gáðað fólk, bæði Miro sem er svona er að pönkast í liðinu og reyna að koma sér áfram og reyna að vinna sitt mál á kostnum annara og Blevin sem er latur þannig við sitt og er reyna að stoppa hana, hann er droslega gáðar og hann er búin að stoppa hana áður en hún vissi að hann væri búin að stoppa hana. En það er gaman að sjá þetta eru einstaklingar, þú séu alltaf að vinna fyrir Empire en þessi er að hugsa sitt og þessi er hugsa sitt líka, þessi er metnað, þessi vil skara fram úr. Það er auðvitað að tengja þetta, skilur, bara
það ekki vera empire, þetta getur bara eitthvað fyrirtæki, svona fólk sem allir að sækja sömu stöð og hækkun eða eitthvað. Mér finnst gaman að sjá svona vinnustaða pólitíkina á þessum stað. Og þetta og þetta mjög einbeittir einstaklingar. Mjög einbeittir. Mjög. Og svo kemur inn persóna sem heitir, sem ég finnst mjög gaman. Mér er svo gaman að sjá hvað verið að nota og hversu langt aftur í tíma hefur verið að vinna með persónur. Og það kemur skeggjaður með yfir hvítt, yfir að skeggjaða maður sem að hlusta á þau þeir eru loksins að kynna fyrir hvað Míró langar að gera og hvað þetta er mikil spilling, að kynna fyrir hvernig Míró sér andspyrna að vera að stela hlutum hérna og þaðan og hann situr og hlustar og svo þagnar hún og hann segir bara halda áfram, ég er að hlusta. Og þetta er persóna sem heitir Wolf Júlaren og hann var síðan hann var með þeim í Clone Wars, hann var aðmirallinn hann var kommandir sem stjórnaði allum hersveitunum sem General Kenobi, General Skywalker og General Ahsoka unnu með. Hann var og hann er röddin sem er alltaf í Clone Wars þáttunum í þessum þætti, í síðasta, hvar eru við stödd? Sú rödd, það er þessi Wolf Júlaren sem er alltaf sögumaðurinn í gennum Clone Wars. Og hann sá karakter í Andor. Já. Og hann heldur áfram, hann er hluti af yfirmönnum í klónahernum og hann heldur áfram að vinna fyrir veldið. Nú farðan, maður upplega hans góða liði í gennum klónaseríuna, hann er með þeir í liði og svo heldur hann áfram í gennum veldið og við sjáum hann rísa upp í gegnum allt. Og hann en mér minnir hann sé líka í upprunalegu myndunum sem persóna. Það töff, maður. Það það. En hann er samt lítill karakter í Andor. Hann er alltaf lítill karakter í raun og veru. Já, hann svona poppar upp. Hann er svo Tarkin, hann er baksviss. En gaman fyrir eitthvað svona nörda, sjá eitthvað svona easter eggs og... Það er mjög það. Og fá, þetta er svona, eins og maður kallar, svona flash out personur, þau fá vít, eins og við að tala með þetta. Þetta er fólk. Fólk með metnað. Já, fólk með metnað, fólk með, það er eitthvað sem þau vilja, eitthvað sem andspyrnan eða empire fólkið. Já. Svo er þetta sett upp, finnst mér svo snilldala. Mér fannst þessi þættir líka, ég ætla að spyrja aðeins út í það. Já. Þeir voru gagnrýndir afsumum. Ég skil þetta ekki, en þá voru sumir sem sögðu þetta væri bara, þetta er bara boring. Þetta er bara leðilegt. Þú voru væntanlega heyrt þetta eða lesið þetta. Já, ég er búin að heyra þetta. Og skilur það? Þú varst ekki saman að skilur það eða er þetta galið að segja? Sko, nú byrjaði þessa seríu að horfa fyrst með konunum minni. Og við horfum að fyrsta þátt, eða fyrstu 2 þættina saman fyrst og fyrstu viðbröð henni bara, hvað er ég að horfa? Hver er þetta? Fannst það eins og hún var ekki að kynnast Andor Norati, þátturinn heitir Andor og hún bara, hver er þetta og af hverju er ég að horfa á hann einstakling? Var hún ekki búin að sjá Rogue One eða neitt? Jú, örugglega, en hún bara situr ekki svona eins eftir í henni, hún horfur á hluti, það situr ekki eftir eins mikið og mér. Og ég sit og horfa á þessar myndir og svo er ég bara myndir og þætti og ég komin bara inn á Wikipedia og bara, hver er þetta, hvað er að gerast, hvert er ég að fara, það er alltaf verið að droppa einhverjum hugtökum og ég bara, hvað er þetta? Leiddist henni þá? Já, hún bara skildi ekki hvort það var fara, hún hætti að horfa. Og við fyrir nýlega endum horfum á alla seríuna í gegn, saman. Og hvernig fannst henni að gera það þá? Henni fannst þetta geggjusería í seinna áhorfi. Þegar ég var búin að selja henni að þetta er miklu meira en bara Andor. Þetta er andspyrnarhreyfinguna og hvernig Andor þróast í gegnum seríun og fær ekki bara eitthvað kynnast honum strax og vera að horfa á alla seríun til þess að skilja. Kannski svolítið svona að sína smá þolinmæði. Já, og mjög öðvöld með að sína þolinmæði. Mér fannst ég bara líka að finna það bara, því að mér leittist aldrei, mér fannst líka bara mjög spennandi. Já. Það er svo mikil dramatík og ég man bara þegar ég gáður ekki út fyrstu 3 þættina eða fyrstu 2, með minni það, þá kom meir en 1 þáttur og þegar ég var búin að spæna mig gegnum þá, ég fann það bara, vá, ég vil meira. Hvað er í gangi? Hvernig getur þetta svona gott? Dialogið og bara dramatíkin, leikurinn, þetta er svo vel leikið líka. Já. Og það er svo þessar 3 ræður sem ég hugsa til, sem er annars vegar Lúthen og útskýra hvernig hann stendur í þessu fórnir og hvernig hann ætlar að berjast og hvernig gegn veldinu með þessum fórnarkostnaði sínum. Já, þegar gæðin spena bara, hvað er þú búin að fórna? Já. Og þá kemur bara geðveitt monolog, sko.
og svo hérna mammans, hún hvað heitir hún? Ég man hvað leikon heiti, Fiona Shaw leikon. Já, þú veist, þú tók mig langan tíma að fatta hver þetta var, því hún var bara einhver allt annar karakter en maður þekkt hann áður. Var hún í Rogue One? Nei, hún er Rogue One. En hefur hún verið í eitthvað öðru? Nei, ég held ekki. Mér fannst þess að hún hefði verið í eitthvað öðru. Það gæti svo sem alveg verið, hún hefði komið fyrir ykkur en ég man ekki til þess. En ræðan hennar í lokin sem hún hreypir öll á stað og líka Rosalega. Andy Serkis sem Keanu Loy, þó hann sé bara apa eftir, og þá finnum maður að Keanu Loy er ekkert tilbúin í það að berjast fyrir þessu og veit ekkert hvað hann að segja, hann upplýs ekki sem leiðtoga og þá finnum maður hvernig Andor er svona að detta inn í þetta, hann er að fatta þetta, hann er búin að vera að hlusta á félaga sinn úr ráninu, búin að hlusta, kannski búin að blaða hans í manifestóði sem hann geymir og er svona kveiki á þessu, hann er væntanlega búin að lesa það spjaldan á milli að hann hefur ekkert annað að gera á þessum tíma en hann er kannski ekki að kaupa þetta, en þarna byrjar hann að kaupa þetta og hann byrjar hann að mata Keanu Loy í upplýsingum og hann byrjar að apa eftir honum, það er þessi geðveika ræða sem hann kallar yfir allt fangilsið og maður bara gæsahúð sko. Gæsahúð og það atriði líka fangilsstæmið og mér fannst það svo geggjað og Serkis líka, það svo fyndið veistu það tókum svona tíma að fatta bara, Serkis hefur alltaf verið áður í Star Wars og það Snoke og ég var bara steingleyma einhvern veginn og fyrst þegar ég sá hann var ég bara, hvað af hverju er þeir með svona þungavikta leikara svona sem getur hann er geggjaður leikari maður geggjaður leikari og hann leikur svo vel með andlitinu sínu og þannig hann getur og ég skildi ekki fyrst, af hverju er það að koma með leikara sem við erum búin að komast að röddinans er í heiminum, af hverju er að koma með hann aftur? Hvers vegna? Og mér finnst það bara í atriðinu þegar þeir komast að því að fangilsi er ekki að hleypa þeim út, að það er bara að vera endurfærað yfir önnur fangilsi og svo er bara þegar það komst upp og það er allir drepnir og það vera svo mikið cover up í gangi, andlitið á því að Keanu Loy, hann er búin að vera ég ætla bara að lifa af, ég ætla að komast út, mér er skítsam ykkur, ég er bara að vinna að koma mér og ykkur út. Ekki að horfa á töluna, bara vinniði eins og ég, allir komast út rosalega fínt og þegar hann kemst að því að þetta er allt lygi og hann kemst að því að einstaklingurinn sem hann er að horfa á hann í þessu atriði sem er dáinn, það átti bara eitthvað 40 daga eftir, hann átti sjálfur 200 daga eftir eða eitthvað svoleiðis, að þessi er ekki að komast út og þegar hann heyrir læknir segja hann er dáinn, skiptir einhver máli, allir að fara að deyja andlitið hann bara breyttist og bara öll stefna hann bara skiptir gír alltaf bara taka alla von horfin og hann bara skiptir gír og það er engin annar leikar sem það geta gert þetta bara með svipbriðum á nóinu þetta er alveg rétt sér, þeir þurft alveg eitthvað þungavægt leikara í þetta hlutverk sem bara getur leikið með augunum sínum og svipbriðum og þetta er svo rétt sér, þetta er svo geggja moment í þættunum að þú sérð bara það er bara sér búið að taka úr hennu bara lífsviljan, það er öll von þetta er bara allt sem hann hefur henni trúað á bara ef ég gerir svona þá kemst ég út það kemur að því að ég fæ að fara svo bara því miður, þetta er alltaf veldið Empire, þeir eru vondukallinir þú ert ekki að fara neitt og mér finnst svo sorglegt, þetta er svo frábær karakter sem breytist þannig hratt og bara nokkrum klukkustundum heimsmyndinans bara fellur og hann dregst inn í atburðarás og svo því maður kannt ekki synda þetta var svo brilljant algjörlega, en mér langar svo að vita stökkan, hvað gerðist? Já, ég vil hann hafa sloppu mann vill það og mér finnst svo leiðilegt að Andor hafi ekki getað hjálpað honum en Andor hefði auðvitað dregið hann í land og ég hefði raun og veru frekar vilja sjá Andor draga hann í land en að vera með þessum hinum félagi sínum sem hann ég man eitthvað heitir einmitt, man ekkert hvað hann heitir eitthvað en sko ég er að vona að Keanu Loy komi er það kannski bara eitthvað svona
þetta er bara óskikja. Já, ég held að hann hafi bara verið skrifaðar út þarna. Þetta kom ekki season 2. Ég held bara Andy Serkis hafi bara verið fenginn í bara til þess að keyra þetta augnablik áfram. Þeir eru bara verið hver er rosalega sterkur í andlitinu á sér. En þegar þeir eru að sleppa þessu úr fangelsinu, ég var svo mikið með þeim. Ég hélt svo mikið með þeim. Ég hugsaði með þið verða að sleppa. Já, vel gert. Já, þeir eru búin að yfirbúa þennan og þeir eru komin á þessa hæð og þeir eru bara að sleppa. Þú veist, bara gæsóð. Mér fannst það svo spennandi. Já, og það var bara, þú veist, en spennandi og það spennan var aðalega, þú veist, hvað gera þeir koma út? Það er enginn að berjast á við þá inni. Þeir allir þessi öryggisveitir eru bara að flýja út í hotn og fela sem baka hurðir og skítræddir sjálfir. Og svo koma þeir og það er ekkert. Þeir eru bara að stökkva út í bara sjóðum bara. Og maður búin að sjá þetta í yfirlitsmynd. Þetta eru mörg fljótandi fangilsi. En þeir þurftu, það var svo, ég fattaði ekki alveg strax, var þeir þurftu að slökkva á þessu kerfi, en þeir hefðu stokkið út og það var ennþá, vatnsaflsvirkjunin var ennþá í gangi, það hefði bara sogast aftur inn í vatnsaflsvirkjun. Og ég kveikti ekki, af hverju eru að slökkva, og ég held að þetta myndi sökkva eða eitthvað myndi slökkva á þessu. En þetta þurfti alltaf að gerast. Þeir hefði þá ekki getað sinnt í burtu. Nei, þeir hefði bara sogast aftur tilbaka og bara dáið. Bara allir dáið. Já. Og maður veldi fyrir sig, hvað var það með allir hinfangilsi? Gátu þeir eitthvað gert? Var eitthvað annað að gerast annars? Komst þessar upplýsingar eitthvað? Mér er þeir ekki bara ennþá fastir. Einhverju fangar í einhverju önnu fangilsi eða bara leið og þessir náðu að flýja, kannski allir drefnir eða bara einhver hópur safnast saman aftur, bara færðar aftur inn í þetta fangilsi og bara ítt að rofa og kveirt aftur í gang. Tölum aðeins Lúthen. Já. Stellan Skarsgård, því að hann er líka eins og eiginlega allir kartið sem sér, hann áhugaður. Og hvernig við kynnumst honum fyrst, sér bara eitthvað gaur, hann er að fara að þykjast kaupa eitthvað af Andor, eitthvað sem hann hafði rænt af The Empire. Já. Við vitum henni ekkert meira, ég meina Lúthen er alveg nýr karakter það ekki, rétt sem hann er bara í Andor. Og svo svona hægt á þetta að fá að sjást hver hann er, og hann er hann býr á Coruscant. Já. Og hann er bara antík stíler og maður sér svona, þá finnir eitthvað svona karakter og mér var svo magnað að sjá svona, þetta er skemmtileg persóna. Og mér finnst líka gaman hvernig maður sér hann setja upp þessu grímu. Hann er með eitthvað ákveðið svona hugafar andlit og hann sem er svona mjög einbeitt og dautt bara eitthvað, þannig bara keyra eitthvað hugmyndafræði og eitthvað verkefni í gang, alveg sama hvað. Og svo fer hann í hennan karakter og hann spilar hennan karakter hann fyrir Mon Mothma til þess að selja henni hugmyndir og veruleika. Og svo fyrir við heim Mon Mothma og hún er líka með grímu. En maður sér ekki mörkin á henni. Nei, ekki eins og hún er með rosalega miklu glím og ég var alltaf að bíða eftir að hún myndi fella niður grímuna. Og hún gerir það aldrei, ekki eins og samtalið sínu við Tay Kolma þar sem hann er að setja upp þennan þessan bankaveruleika sinn til þess að hvítþvo peningadótið. Já, hvítþvo alla hreyfingun og alla fjármunna sem hún er búin að vera stæla í andspyrnunni. Já. Ekki einu sinni þá fellur gríman í rauninu. Hún er alltaf með sama andliti, bara, ég þarf bara að halda þessu andliti alltaf. Og þú ert með eiginmann hennar sem fyrst, ég skildi ekki alveg af hverju. Hún treystir honum ekki einu sinni? Nei, og byrjun sér maður skilur ekki af hverju þau saman. Af hverju er allt þetta hatur milli þeirra. Og svo hægt og róla er þetta kynnt í gegnum sér að þetta er bara eitthvað menningarheimar sem þau eru gift. Sett saman bara. Sett saman, já ekki, þau eru bara sett saman, bara ákveðið hjónaband, ólingsárum og hún er þá orðin pólitíkus á bara ólingsárum, alveg eins og Amidala og á Naboo-plándinu, þá eru þeirra heimur líka á sama hátt. Úlingar verða einhvern veginn pólitíkas og valdaættir halda völdum, þau eru sett saman og þannig þau eru bara ekkert, þeir eru ekki svona vinir. Já, þetta er engin ást. Nei, þau bara, hann er alltaf að stríða henni að þau. Skjóta eitthvað á hann. Já, og líka bara, hann er að halda partí fyrir sinn vinahóp eða sinn einhvern veginn svona sína stjætt. Já, þetta er efri stjætt og þau hafa peninga og svona. Já, og þú veist, með hann er að bjóða hvað heitir hún? Það er persóna sem er hluti af svona entourage Palpatines. Sly Moore, já. Sly Moore er persóna. Og hún er name-droppuð að hún sé að koma í partíð
og við hann að borðið og farið gestalistan við partíi sem hann að halda Já, bara. já. Og ég Fá að sjá hana. Sly Moore, nei. Já, það talað um hana. Já, bara talað um hana. Og hún úr fylgdalið Palpatine. Já, hún Ok. svolítið svona innsta-hring hans, þannig að maður veit að hún alveg bara mjög voldug, mjög spilt, mjög hliðholt keisarunum og hann að bjóða þannig fólki heim til hennar af því að hann veit að það mun stuðana. Hann veit ekkert hvað hún að gera en hann veit að hún þessi karakter sem hún spila sig út fyrir að vera alltaf punkast í veldinu, alltaf að reyna svona aðeins að íta við því. Hann að auðra. Alveg klárlega. Og En það skapar skemmtilega dramatík. það skapar geðveika dramatík og síðan hann í lokin þegar það er verið að ákveða það þegar það er komin hugmyndun að gera það sama við dóttur þeirra. Já, að setja hana saman við, við- hann var ekki bankagör, Jú, þetta er svona krimmi bankagör. Þetta er hann er greinilega með ítök hvernig hann getur hvítþegið peninga gegnum sig. Hann er ykkur bankagör krimmi. Og mér finnst það frábært en það er búið að, mér minnir að hafa verið að neymstroppa einhverjum glæpa heiminum. Já, eitthvað Man ekki hvað var. Eitthvað undirheima dóti. Já, það er búið að vera svona að tala undirheiminn og þannig verið að tengja það inn í andspyrnuna. Andspyrnun er einhverju liti kannski ekki fjármögnuð en peningarnir þurfa að fara í gegnum það og það er búið að kynna það. Og þá getum við kannski fengið seríu sem fer aðeins í gegnum Crimson Dawn sem var kynnt inn í gegnum sólómyndina. Er það sem Darth Maul er yfir? Já, hann einmitt. þar. Og mér finnst það frábær tenging. Ég meina, Lucas talaði um einhverjum tímapunkti að hann vildi að Darth Maul kæmi aftur og kæmi inn og er stóri vondikallinn setna aftur. Það er vist eitthvað sem hann hafði hugsað sér. En hann var alltaf að hugsa sér alls konar, talaði bara um alls konar. Þá verð ég að spyrja út í eitt, af því það er ekki mikið af því í Andor myndi segja og það er svolítið svona það sem kallast fanservice. Það hefur svolítið verið í gegnum tíðina, menn þú ert með Mandalorian, við fáum aftur Luke Skywalker og það er svolítið svona að vera toga í nostalgíu strengi og svona. Já. Það er ekki gert mikið í Andor, ég meina, jú, við sjáum Saguera og eitthvað svona, en þetta er ekki svona beint fanservice. Hvað er fanservice? Ég veit ekki alveg, mér finnst fólk tala um þetta, aðeins að skilja sjálf hvað það er að segja. Ég meina svo Spider-Man No Way Home. Já. Það er bara fanservice mynd. Já, en hún þjónustar samt allt sem kýtlar þjónustar veruleika. Allt sem kýtlar mann sem nostalgíu er ekki bara skotið inn af því bara. Þetta er síðan að tala um þessu virðing fyrir verkinu. Já. Mér finnst sequel-thrillingurinn verið rosalega mikið að skjóta inn einhverjum tákmyndum og fanservice af því bara til þess að geta fengið áhorfendur til þess að Það verður svolítið cheap. Já, þetta er svona ódýrt fanservice en mér finnst Andor vera algjörlega fanservice. Er mikið af þessu, ok, við skilgrum fanservice sem þannig. Ég er kannski meira með, eins og með Spider-Man No Way Home. Þessi kannski meira með því að þeir ekkert farið milljón leiðir við að gera Spider-Man mynd. Þeir kusa að fara þessa leið. Að taka inn aftur Tobey, taka inn Andrew Garfield og eitthvað svona. En þeir voru að fara að vinna með multiversið. Þetta var algjörlega, allt rökstutt. Já, þér finnst það ekkert inn að vera, þú mútt aldrei kalla það. Nei, þeir unnu vel með fanservice. Þeir vissu hvað fólk vildi sjá. Og þeir stiltu það inn í heiminn. Þeir letu sögu heiminn útskýra það. Í svona, hvaða En svo Boba Fett til dæmis, nú kemur hann, er það ekki fanservice? Af því hann er dáinn. Hann dó. Hann dó ekki strax og hann dó. Þurfti hann að koma aftur? Það var fanfictionið farið að vinna með, hann dó ekki. En eins og með það, hann er kynntur inn í Mandalorian. Já. Boba Fett fyrst, og svo bara alltaf sína eigin seríu. En hann hefði búið að kynna hann inn, í gennum Legend-bækurinn, það var löngu búið að kynna hann inn, aftur, hann var lifandi. Þó þess ekki kanon. Nei, ég er að segja, það er ekki kanon. Fólk vildi hann lifnaði við, það var, og fólk var mjög sátt við það. Ég meina, keisarinn hefur lífgæðið við nokkru sinnum, held ég, í gegnum Já, og mér finnst það aldrei gott. Sem draugur og klón og alls konar. Mér finnst það bara stórkostlegt. Mér finnst ástæðan í Legends bókunum miklu ríkari af hverju hann lifnaði við þar. Af því að eða af hverju hann vill vera lifandi og af hverju hann er að búa til þetta veldi. Hún er gefin ástæða. Veldi er ekki bara til þess að einvaldur. Veldið er til þess að hann hafi stjórn á öllum auðlindum
í heiminum til að búa til eina heilstæða herhugsun gegn ógn sem að koma að utan. Það sem að skiptir að máli. Hann veit að það að koma ógn fyrir utan sólkerfisins sem að fara að eyða öllu lífi. Og hann upplýsir sem eina sem gæti stoppa. Já, hann það mikilvægur. Hann það mikilvægur og hann þarf bara að taka yfir allan heiminn til þess að stoppa þessa einu ógn. Og mér finnst það kannski ekki endilega rúslega, mér finnst hugmyndin vera frábær. Mér finnst kannski verunar ekkert rúslega, það kallar Yuuzhan Vong og mér finnst það svona hálf illa nefnt að það hljómar eins og you so wrong. Vá, ég ekki falt þessi. Það bara nánast rasíst að hugsa til þess að það hafi verið búið til. En það eru verur sem taka yfir heila plándur. Það eru Jedi-kraftar, eða Force-kraftarnir virka ekki á þar eins og aðra. Þannig þetta rosalega ógn. Og mér finnst að það sem hefði kannski átt að vera að byggja upp í 7, 8 og 9 veri önnur ógn. Eitthvað annað en. Og geta spurningun. Já. Ef þið fanservice, það er líka bara misjant hvað fólk fílar á og hvað finnst að henda. Já. Og geta spurninguna. Eigum að hjakka í sama færinu, eigum að fara eitthvað nýtt. Eigum að fara á nýjar slóðir, eða eigum bara að vera með Luke Skywalker, eigum bara með Boba Fett, eða eigum að fara yfir í eitthvað nýtt. Mér finnst Book of Boba Fett vera ég velti fyrir mig hvort að fólk hafi hálfserían nú ekki Boba Fett sería. Sem skrítið. Sem skrítið og ekki skrítið, því hún heitir Book of Boba Fett. Og mér finnst þetta vera, eins og ég tala þetta eru kaplar. Og mér finnst í kapli í Mandalorian sögunni, í Mandoversinu, sem verið að byggja upp. Þá Boba Fett kapli. Bara kapli. Og kapli sem svona, kemur inn ástæðu til þess að Mando sér gera hitt og þetta. Gefur henni svona bara, þetta er bara millikapli. Og það er ekkert aðunum bein. Mér finnst ekkert komið illa fram með Boba Fett. Mér finnst hann bara gefa honum öðruvísi sögu. Já. Og fólk talar oft, það svo mismunandi hugmyndir. Hann var þetta karakter sem enginn vissi neitt. Þannig auðvitað eru... En var það ekki cool við hann bara? Má hann ekki bara vera þannig? Ég veit það ekki, hvað var hann? Ég veit ekki, það má alveg vinna með hann, mér finnst allt í lagi, en fólk verður þetta það fúlt, en það er búið að skapa rosalega margar mismunandi hugmyndir hvað hann hefði geta verið. En hann er búið að negla það. Það er rosalega óþægilegt fyrir suma. Mér finnst það mjög gott, að það eyðileggur ekkert endilega hvað Boba Fett var. Er það bara í gamlum myndunum? Já, Boba Fett var einhagsmuna bounty hunter. Hann mann fyrir veldið, en þegar við sjáum hann í Empire Strikes Back, þá hann að vinna fyrir veldið en samt að þjóna sínum eigin hagsmunum. Hann ekki að vinna fyrir veldið þegar hann fílar það að vinna fyrir veldið. Hann tekur samning, það er verið að veldið að leita ákveðnum hópi fólks og fær til sín alls konar hópa mismunandi bounty hunters. Og hann vill fá þennan samning vegna sem hann getur grætt tvisvar. Hann að græða tvisvar. Hann vill fá hann Solo og Vákan vegna sem hann búin að gera samning við Jabba the Hutt við að segja hann að fá borga tvisvar fyrir sömu vinna. Þannig hann ekkert nema peninginu, hann alveg slétt saman þetta veldi, hann hefur enga sérstaklega hugsun hvað það var þar. Og Boba Fett þetta kemur fyrir í ekki Clone Wars? Já. Sem krakki. Það sem hann að byggja upp eitthvað skonar, hann kemur fyrir nokkur sinnum. Ég hef ekki séð allan það. Nei, hann bara krakki. Hann rosalega klár krakki að spila á aðra innan glæpaheimsins og aðra bounty hunters. Og hann svona byggja, hann hlutað eitthvað svona teimi á þeim tíma. Og hann svona, maður sér hann byggjast upp og hann held hann svona endanum upplifið sig, hann missir alla í hópnu sínu með eitthvað, og hann verður hann þessi rogue bounty hunter sem við þekkjum í Empire Strikes Back. Og það allt í lagi karakter. Það frábær karakter og það ekkert Book of Boba Fett eyðileggur ekki þann karakter en þess að sá karakter deyr, eins og þú segir, hann dauður. Sá sem kemur upp úr sandinum, sá sem kemur upp úr skarlakpittinum, það allt annar einstaklingur, hann brotinn, hann dauður, hann alinn upp af einhverju fólki sem á rosalega mikið tengt greinlega við Dune og Arrakis, lifir á eyðimörkinni, lifir á vatninu, með grímu til þess að eða svona, ekki Dune, þá með svona rör, þetta bara, þannig að fá ekki sjá andlita,
basically sem í heiminum, sko. En eins og með það, ég menn, þú ert með Boba Fett-seríu, Já. það er gamall karakter, ok, Já. og þú segir, ekki að taka hann kannski og gera eitthvað meira með hann, Já. en svo Mandalorian, þegar sú seríu kom út, það er nýr karakter. Ég man, Já. mér fannst það rosa spennandi. Já, mér finnst spennandi hvað er að gera með nýtt en Mando er samt bara hann er svona plot forwarding karakter, hann er ekkit svoslega mikið, ég held að hann verði ekkit lengi, ég held að hann sé bara að starta þessu, ég held að þessi karakter sem verði ekkit endalega mjög stór. Meinur heldur að hann hafi bara hjálpað til að starta þessu nýja Star Wars tímabili? Já. 3 seríur kannski svo bara búið og svo kannski fara eitthvað annars. Já, ég held að hann sé bara til þess að kynna inn hvað annað er að gerast. Opna svolítið heiminn kannski. Já, opna fyrir Ahsoka, opna fyrir Luke, opna fyrir Grogu og opna fyrir og aðeins svona endur skilgreina hluti sem og svona bæta inn í svona til að réttlæta sequel þriðileikinn fylla upp í uppfyllingarefni. Alveg eins og Clone hún var skerðið fyrir prequels. Og maður verður alltaf sáttur og sáttari við prequels af því að það kom meira og meira content til þess að styrkja heiminn. En þegar þú horfir á Andor, finnst þú vera að horfa á innan gæðsalapa, gamalt, eru að hjakka í sama farinu, eða finnst þú að fá eitthvað svona nýtt? Af því jú, vissulega er eitthvað af þessu í Rogue One, en manni finnst ekki eins og sé búið að blóðmjólka þetta, skilur við. Nei, mér finnst þetta mjög áhugavert. Mér finnst mjög áhugavert að horfa á andspyrnuhreyfinguna vaksa. Mér fannst það með mjög, Rebels gerði á allt annan hátt, Rebels-serían. Var það ekki meira svona, ég sá það ekki, var það ekki meira svona kid-friendly? Jú, algjörlega kid-friendly, en þú ert samt með, í gegnum seríuna, þá ert að kynnast í Ezra Bridger og Kanan Jarrus sem nýtt svona Obi-Wan Luke tvíeyki, svona, að vera... Verður þeir ekki live action? Finnst þú að lesa það? Þeir eftir að koma til ykkur seríu, ekki það verið? Ezra er vonandi, held ég sé búið að kasta hann sem persónu í Ahsoka. Já, er það ekki? Jú, endirinn á vonandi fólk búið að horfa á þetta. Komdu með það? Endirinn á Rebels er það að hann hverfur. Ezra hverfur bara Já, þú veist bara ekki hvað kemur fyrir hann. Nei, maður veit ekki hvað, hann bara hverfur. Þannig þeir geta svolítið leikið sem er það? Já, hann hverfur og tekur Thrawn með sér. Og Thrawn er náttúrulega aðal vondikallin í Ahsoka-seríunni, held ég alveg örugglega. Já. Alltaf ég held að Ahsoka sé að elta hann eða eitthvað. Og það er uppáhaldskarakterinn minn eins og staðan er í dag. Grand Admiral Thrawn. Ok, þannig að þú er þá væntanlega mjög spenntur að sjá hann í live action. Mjög spenntur. Við mátum fengið að sjá hann nefnum bara í teikni. Nei, hann er bara verið í bókaformi og teiknimyndum. Já, aldrei í live action. Og hann er rosalega flottur. Er hann ekki eitthvað svona, hann er admiral eða ekki hjá Empire? Jú. Og hann er... Hvað aðeins með það? Hvað er sérstætt við hann? Af hverju á ég þekki hann ekki, ég hef ekki lesið bækur hann, ég hef ekki séð hann í Clone Wars, ég hef bara ekki hort það mikið á það. Af hverju ætti ég að vera spenntur fyrir honum sem vonandi einhvern stórum karakter í Ahsoka-seríunni? Sko, það sem heillar mig við Thrawn er það hvernig hann er svona eins og Sherlock Holmes. Hann sér heiminn á allt annað hátt, hann sér þræðina, og hvernig fólk hægða sér. Súperklár. Hann er ekki mennskur eða eitthvað? Nei, hann er svona humanoid, hann er geimvera. Já, en hann er geimvera samt. Já, frá utan sólkerfisins. Hann er ekki hluti af... Hæ? Já, hann er fyrir utan. Hann er aðeins fyrir utan. Þannig sé, að þegar við hugsa þetta er heilt sólkerfi. Já. Og það er svona central planets og það er, það er center rim, það er Coruscant og svo er mid rim og outer rim, hlutanir sem eru, og svo er fyrir utan það einhverja plánetur sem þau hafa bara ekki kannað, það sem, þið bara þekkjum það ekki. Það er þetta, sólkerfi næra aðeins lengra, en því lengra sem kemur út í sólkerfi, því lengra er á milli hluta. Já, ég veit. Og hann er þannig lengra fyrir utan hluti af Já, hann kemur frá þannig plánetu. Já. Fyrir utan, og það er bara herveldi sem bara, þeir bara ekkert að pæla í. Já, það er annað herveldi í einhverju öðru sólkerfi. Sem Thrawn kemur. Þetta er Chiss Ascendancy sem er veldið og hann er utangátt af þar. Hann er hermaður og hluta stóru fjölskyldu. En hvernig hann sér heiminn öðruvísi en þau. En hann poppar inn í, bæði í Legends bókunum og nýju kanonsögunum, poppar inn á svipaðan hátt. Hann bara allt einu birtist og Palpatine sér
snildina við hann, hvernig hann sér heiminn, hvernig hann getur spilað á á andspyrnuna og bara alla andstæðinga hann er mikla herkennsku í rauninni herkennsku í gegnum það að hann horfur á list og hann horfur á hvernig samfélag skapa listina sína og les það í samhengi við hvernig hann veit herkennsku. Þannig hann er að tengja hvernig samfélag skapa listina sína og sér tengingu, þrá þar á milli, hvernig list sköpuð á samfélagi og hvernig þau spila herkennsku. Þannig að hann þarf bara að sjá eitthvað, já þið gerir list svona, ég veit hvað ég gerir. Og hann er mjög fljótur að bregðast við herkennsku. Þannig, eins og ég segi, hann er bara svona Sherlock Holmes vondikall. Hann er Moriarty. Já, hann hljómar spennandi. Hann er ótrúlega spennandi karakter en hann virkar óslega vel í bókaformi en svo þú fara að fylgjast með hugsunum hans. Já, mitt hvað hann er að hugsa. Það var áhvert að sjá hvað að gera með hann í leiknefni. Já, það virkaði allan í teiknimyndan og þeir náðu alveg að skapa hann þar. Er hann ekki blár? Jú. Já, hann blár. Já, mitt. Og nú mann ég ekki hvort þessi var ekki búið að velja leikari. Sama og talaði fyrir hann held ég í þáttunum. Ég þori ekki að vera með það. Mikkelsen bróðurinn. Bróður Mads Mikkelsen. Lars Mikkelsen? Það ekki. Aha, já. Ég vissi það ekki. Allan að Mikkelsen bróðurinn tala fyrir hann og mér finnst eins og sé búið að ráða hann. Sem Þrón þá í leiknefni? Já. Hann er frábær leikari sko, passa bara mjög vel. Þessu svona, hann er alveg leikari sem virkar fyrir það að horfa á þig og lesa hugsanir hennar. Vá, þú ert búin að gera mig ennþá spenntari fyrir Þrón, því ég þekki hann ekki nógu vel. Ég vissi að hann væri blár, annars veit ég rosa lítið hann. Já. En ég vissi bara að Ahsoka segir hann ekki meira þessi í Mandalorian seríu 2, að hún er að leita að Þrón eða eitthvað sliðis. Jú, hún segir eitthvað, hvar er meistariðin við hvar er Þrón? Já. Og þá vitum við að hún er að leita á Þrón, þannig að hún er ennþá að leita á Ezra Bridger úr Rebels þátturöðinni. Af því að þeir fóru á sama stað. Já, þannig fóru við til Þrón. Við vorum að tala um Ezra Bridger, að það er Rebels, og svo talum við Rebels, við fórum á eitthvað svona magic. Mér er svo gaman að fræðast meir lórið. Þetta er skemmtilegt lór. Þannig að Rebels sýnir náttúrulega öðruvísildun Andor upp á andspyrnuna að gera. Já. En það erum við þótt að sjá. Við erum svona að sjá hana almennilega fæðast í Andor-seríunni. Já. Og þetta er uppbyggingi sem hefði átt að vera í 7, 8 og 9 hefði átt að vera að gera þessa hluti, byggja okkur aðeins upp. Ekki bara henda okkur inn í einhverja brjálaslega hröðu atburðarás og atburðarás sem gefur sér ekkert tíma til þess að stoppa og svona kanna heiminn og með svona óraunhæfar oft tíma áætlanir. Já, hlutir gerast, eiga að gerast allt og hratt og nærði ekki svona flakka geiminn og það er svo sem ekkert að því að New Hope gerði það líka og rosalega hröð atburðarás í New Hope bara Luke er komin í gameskip, þeir eru konar á Destari þeir eru flýja frá Destarinni þeir eru konar aftur í að berjast í Destari rosalega hröð atburðarás, það gerist ekki á lengi tíma. Það er alveg rétt, en það er gaman að sjá í Andor og þessu sjónvarpsseríu, þú fær alltaf meiri tíma til að aðeins svona það eyða meiri tíma hérna, meiri tíma með þessum aðeins meiri persónusköpun og þessi sería var töluvert svona róleri, við tala um framhaldsmyndirnar, en það voru sumir að gagnrýna það og mér fannst svolítið áherslu að fylgjast með, þetta er kannski sama fólk og var að segja að kvart undan samtölum í Attack of the Clones eða finnst þetta að vera drast þessar nýju framhaldsmyndir, svo færðu þetta efni, Andor, sem að mér finnst vera rosalega vel skrifað, eins og samtölum, þú tala um 3 ræður sem eru bara all-time greats bara í Star Wars bara síðan 77. Já. Samt að þetta fólk bara, bara leðilegt. Þá fór ég að hugsa, ok, ég veit að smekkur misjafn. Hvað viljið þið? Ég veit ekki, ég elska þetta allt. Mér finnst það allt frábært. Mér finnst það gaman að horfa þetta aftur og ég hlakka til að horfa á þetta allt aftur með krökkunum mínum og ég veit ekki hvar ég á einu svona að byrja, hvernig ég á að koma inn í Star Wars. Er það ekki New Hope? Ég veit það ekki, af hverju New Hope? Bara þegar ég gerði það, af því að það var eina sem var hægt að gera fyrir mig, ég veit það ekki. Af hverju ætti ég að endur framlega, verið ekki meira spennandi fyrir mig að horfa á þau, upplifa þetta öðruvísi.
getur það ekki gefið mér meiri innsýn? Og hvar myndir þú að byrja? Hlýtur á pælti? Ég veit það ekki, bara að láta að byrja að spila kótor. Ég meina, krakkandi byrjar að spila einhvern töluleik. Byrja að spila einhvern töluleik sem gerist 2000 árum áður en myndin að byrja eða eitthvað. Þannig að það er klára töluleik, lesa einhverja bækur og svo kannski fóða að tjekka myndin. Nei, ég held ég best við þetta öðru hverju, mér finnst líklegt í byrja episode 1. Mér finnst það björnum Phantom Menace. Já, horfa á þetta, horfa á uppbygginguna í uppbyggingu sem er eðlisleg sögulega séð. Að horfa á Palpatine á þess að vita hver Palpatine er. Verða Já, það getur ekki. Og mér finnst það með Plagueis-bókin, hún er bara, ég hefði viljað vita það, allt sem gerist í Plagueis, hvernig hann þróast í, hvernig horfa á pólitíkina og hvernig hann spilar á allt og alla, hvað Palpatine er ruglað, klár og öflugur og hvað hann nær að fela sig og þessi hæfni hans til þess að fela sig frá öllum. Það skynjar hann enginn. Hann fyrir fram að neðu á öllum sem Jedis. Já, það er bara, hann er allt annað fyrirbæri en nokkur hefur upplifað. En þú segist elski þetta allt. Ég meina, þú hlýtur samt, þið finnst New Hope væntanlega betra Phantom Menace ekki. Þetta er þrepaskipt, það hlýtur að vera hjá þér. Jú, en málið er það að New Hope, hún er svo strípuð. Hún er svo, hann vissi ekkert hvort hann fengi að gera meira. Hann var tilneyddur til þess að klippa hana niður, hvað hann ætlaði að framkoma þar, niður í svo beinskeytta mynd, að það var ekkert hægt að klúðra ykkur, þannig séð. Hún er svo hröð, það er lítið að gerast, þessi hröð atburður, hann er ekkert að vinna með marga hluti, þetta eru færri klúður en svo kemur hann kynslóð síðar og ætlar að fara að byrja grand óperuna sína heiminn á episode 1 og það er bara mikið að gerast í kollinu á hann. Hún langar að framkvæmna svo mikið, svo miklu meira sem getur feilað fyrir hann. Þess vegna fer þetta allt úrskeiðis. Eða svona úrskeiðis, það er svona, hann eins og ég segi, hann er ekki góð leikstjóri. Vantaði eitthvað til að segja neyfa? Hann er fastur í hausnum á sér. Og hvað er hann, Rick McCallum sem var framleiðandinn þá, hann hefði átt að vera frekar að vera með Kathleen Kennedy með sér þá, eða eitthvað annað. Sko, allir eru rosalega að tala illa Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy samt einstaklingur sem Lucas valdi til þess að stjórna Lucas Arts veldinu sínu. Hann persóna valdi hann. Kathleen Kennedy er manneski sem er bakvið alls konar franchise sem eru öflug franchise. Og hún líka búin að vera í Hollywood í áratugi, sko. Já, hún veit alveg hvernig hann framleiða hluti. Hún vissi alveg hvað hann var að gera þegar hún framleiti hennan þríleik sem fólk er svona misboðið og elskar líka. En samt ekki hægt að segja það? Við erum aðeins út fyrir andbara. Þetta er innan Star Wars rammans. Fólk eru bara fyrirgeða það. Mér finnst það mjög áhægt spjall. En samt ekki hægt að segja, sem ég tala á í podcastunni, ég meina, þú ert með JJ og Ryan Johnson. Já. Svo fann JJ aftur, það var aldrei planið, það var annar leikstur við framhaldsmyndunar. Það hljóma svolítið eins og það er vantað eitthvað svona fæki karakter sem að Kennedy ekki sjátt að vera. Þurfti hún ekki að hafa aðeins mér stjórn á og segja bara, nei, þú verður svona, svona og svona. Jú. Ekki flip-floppa bara með... En nú er ég búin að reyna að finna, eitthvað segja eitthvað hvað gerðist. Það verðist engin ljóstra upp hvað gerðist þannig baksviss. Er það... Vilja ekki tala um það? Nei, ég held að vilja bara ekkert eyðileggja meira. Þeir eru búin að, ef þau fara að segja, já, ok, þetta var Bob Iger að kenna, þetta var allir hluteigandi einstaklingar í Disney sem voru hann að mæta og segja bara, nei, við verðum bara að græða fullt af peningum, rosasrætt, við verðum að fjármagna þessi kaup strax, svo getum við gert eitthvað annað. Og hugsanlega, og hefur örugglega eitthvað sagt það, ég veit ekki, mér finnst það bara svo líklegt að eitthvað hefur sagt það, við skulum drepa þetta Lucas fyrirbyrð, loka þessum þríleik, svo við getum bara gert eitthvað annað. Eða þessum þessi þriggja Já, þú tala um framhaldsmyndunar. Já, loka þessum þríleik. Loka þessu Skywalker. En eins og með það, Skywalker, viltu eitthvað meira? Frá Skywalkers? Nei. Ég hef engan áhuga á því. Það er bara búið. Já. En ég meina, og ég,
ég held að framleiðslustíðinu, þegar þið fóru að gera einhvers staðar ákveðu, en af hverju eru þið með episode 7 að gerast 30 árum síðar? Það einfaldlega bara eins að leikarinnir sem þið einhvern veginn upplöfuðu urðu að vera með, Carrie Fisher, Harrison Ford og Mark Hamill. Þau urðu að vera með þetta fólk, þau upplöfuðu það þannig. Fanservice, ég veit ekki, þau urðu að vera með þau. Og þetta aldurinn sem þau voru á, og þetta eini tímabili sem þið gæti komið þeim inn. Já, ég skilji. En ef þau hefðu, og það fanservice, eða allan upplöfuðu markaðslega séð eina leiðin til þess að rístarta var með þeim. Fólk hefði bara ekki geta sætt sig við, held ég, ríkast á þeim karakterum á þessum tímapunkti. Núna, ég held að... Nú er þetta opið. Mér finnst alveg, það er rosa flott hvað að gera með look og de-aging tæknina, en það má alveg bara fara að ríkasta þessu og fara að fylla inn í þessi 30 ár, hvað var að gerast þannig milli? Bara... Myndirðu vilja að þeir myndu bakka 1000 ára þau tíman? Sér bara taka eitthvað dæmi? Bara að fara að skoða Old Republic og þannig. Algjörlega. Ég meina það eru orðrómanir það hvað hinir sem hafa svona verið nefndir, hvað að fá að gera, ekki að gera. Það búið að Taika Waititi á að vera að gera eitthvað. Og hann Taika segir þetta sé allavega allt nýtt. Hann segist alltaf eyðileggja Star Wars og yndislegur. En það ávist að vera eitthvað nýtt. Eða segir hann? Já, Ryan Johnson hann er ekkert af teikniborðinu. Það er ennþá verið að tala að hann fá alveg að gera ef hann klárar eitthvað tímann þessar Knives Out myndir sínar. Catherine segir alveg, hann er ennþá á teikniborðinu og þegar hann ef hann vill gera eitthvað eftir Knives Out, þá megi hann koma og fá eitthvað að gera. En svo líka að tala það er svolítið síðan sem ég heyrði það, ég hef ekki heyrt kannski mikið talað nýlega. Feige kemur Feige, Marvel-gaurinn, hann er vist eitthvað spenntur fyrir einhverju Star Wars-stóti. Já. Hvað er það? Hvað getur það árið? Veit ekki. Þess ég bara pæla hvort þess spenntar fyrir að fara fram í tíman, þess að það er að tala eftir Rey og Finn og það, eða væri cool að fara mörg ára aftur í tíman. Mér langar í bæði. Mér langar rosalega mikið að sjá Old Republic heiminn. Í þáttaformi eða bíómyndum? Mér er alveg sama meðan það er bara að gefa sér tíminn til að hugsa hluti og leyft hlutum aðeins að dvalið við. Það sem skiptir mig máli í kvikmyndir gera er dvalið við hluti. Það sé ekki bara, það má alveg vera actionmynd. Ég er ekki að móti actionmyndum, en þau eru með svona bálka, þar sem þú þarft að skilja fólk eftir í skilning við söguheiminn. Þá verður að dvelja við, og verður að dvelja við personur, og verður að dvelja við aðstæður. Og leyfa okkur að skilja hvaðan fólk kemur og hvert það er að fara. Og skilja þessa innri baráttu í persónunum. Annars verður þetta bara svolítið svona handarhlaup eins og sequel 3-leikurinn er. Já. Og eitthvað svona tag team sem, fólk er að hlaupa í mismunandi áttir. Minnum á Monty Python-atrið sem er skets, sem er það er 100 metra hlaup 8 vildra og það er svona talið niður 3, 2, 1 skotið og allir hlaupi mismunandi átt og það var þessi þríleikur því miður, en mér finnst það frábær, mér finnst það áskegst alveg ógeðslega fyndið skell og mér þríleikurinn alveg frábær og sagan, heildrina sagan veruleg Áttu að lært með að segja bara þetta mér finnst þetta drast. Já, og mér finnst það sérstaklega erfitt eftir að mér finnst svo margir vera reiðir. Þá finnst mér alltaf vera í stöðin að fara að svona aðeins. Þú vilt verja þá? Já, ég vil verja, að því mér finnst það bara skemmtilegt. Mér finnst Force Awakens, Last Jedi og Rise of Skywalker skemmtilega myndir. Finnst það eins skemmtilegt, við erum bara að taka eitthvað dæmi, finnst það eins skemmtilegt og bara Andor-serían? Nei, eða Mandalorian eða eitthvað. Eftir Andor þá er ég svolítið til að sjá hvað Star Wars hefði getað verið vandað og þau voru ekki dvelja við, en það skiptir engum máli en ég veit að ég mun fá miklu meira af Star Wars í framtíðinni. Þetta er ekki búið, þetta er ekki hægt að framlega Star Wars. Þeir eru augljóslega að fara að eyða fullt af peningum í þessu næstu 40 árin og ég fæ nóg efni, ég fæ nóg að lesa. Þeir eru ekkert hægt að gefa út bækur
Þú ert einmitt með eina bók hérna, ég verði alveg að sína það. Já, Shadow of the Sith. Þú varst að fjárfesta í þessari. ég fjárfesti þessari bók bara fyrir 2 mínútur síðan. Bara stutt. Það er svo gana að nördast með þér Star Wars. Stutt. Segðu það eins mína hlustendur. Af hverju keyptir þessu bók? Hvað er þessi bók? Ég hef búin að vera mikið að reyna að hugsa út í það. Þú baust mér í þetta, baust mér hingað í þetta seti og ég hef búin að vera svona að hugsa hvað er Star Wars, af hverju virkaði þríleikurinn illa í suma og hvað er verið að gera, því ég hef svo mikið áhuga á því að skoða hvernig verið að skrifa og framleiða efni sem fyllir upp í eyður sem hefðu átt að vera fyllt upp í fyrr bara. Og þessi bók fjallar Luke og ég hef bara búin að lesa 5-6 kapla. Ég varst bara að kaupa hana. Ég var bara að kaupa þessa bók og fjallar annars vegar Luke sem er þarna að byggja upp gerist hún eftir í Return of the Jedi? Já. Ykkur eftir það. Ég er svona ekki alveg búin að ná tilfinningu fyrir. Þannig er verið að vinna með Luke og Ben er bara úlingur, virðist vera. Ben Solo. Og þannig er verið að vinna með Lando Calrissian sem er að leita að dóttur sinni sem við kynnumst í Rise of Skywalker, skilst mér aðeins. Hún heitir Jenna eða eitthvað svoleiðis í Rise of Skywalker. Er þetta svo sem var á hestur sem hitti Finn? Já, ég held að þetta sé á það að vera dóttir, en það er aldrei sagt í myndir samt. Nei, það á að vera dóttir það er eitthvað, það er verið hérna er verið aðeins að bæta inn í það. En þessi bók er hún ekkert að eyðileggja framhaldsmyndirnar. Nei, og síðan er þessi karakter á fársíðunni, þessi myrki Sith. Já, hann er ekki Sith, hann er einn af þessu Sith cultists eða eitthvað svoleiðis. Hann vinnur fyrir eitthvað Sith Lord. Eða eitthvað svoleiðis, hann er bara, hann er með sitt eigið verkefni strax, en þetta er sá sem hnífurinn í Rise of Skywalker tengist inn í. Hann er að fylla upp í þá sögu, það er verið að elta, það er bara á blörbunu, þá aftan á bókinni, þá er verið að tala um að vera að fylgja 2 ferðalögum með barn, og það barn er Rey. Þannig að þú ert að fá baksögu Rey. Þannig að vera að byggja upp. Fylla upp í svolítið fyrir framhaldsmyndum. Já, það er verið að fylla upp í það og strax fekk ég bara, þetta hefði átt að vera 7-8-9. Já, þú meina það. Þetta bara hefði átt að vera, þessi bók hefði átt að vera 7 eða, þessi söguheimur hefði átt að vera það sem 7-8-9 hefði átt að vera og síðan hefði, og þá hefði verið hægt að kynna að þannig verið að tala um Sith cultistana og Exegol plánduna þar sem allt endar á hana í þannig er mitt uppbygging og þannig er dvalið við, þú ert að fá hugsanir, þú ert að fá innri baróttu persóna, þessi held að heiti Ochi eða eitthvað svoleiðis, þessi karakter, vondi karakter hann er með hann er allur skemmtur í andlitinu, hann er skadast af Exegol og hann er að vinna að því að komast aftur til Exegol. Af hverju hljómar allt? Þú ert að lýsa þessari bók fyrir mig. Það hljómar spennandi. Já. Ég hef aðeins lesið, ég las Darth Bane bækurnar, sem er reyndar ekki, er það ekki Legends í dag, er ekki kanon. Jú, en það kemur aftur. Það verður allt endurgerst einhvern veginn. Mér varst það trillt. Já. Og af hverju fæ maður tilfinninguna þessi til svo mikið cool Star Wars-efni, en samt kannski erum við ekki alveg að fá það í leiknefninu. Ég veit að þú ert búin að segja að þið finnst allt skemmtilegt. Já, mér finnst allt skemmtilegt. Mér finnst bara heimurinn svo fallegur og skemmtilegur og mér finnst bara útlitið svo frábært. Þú segir sjálfur bara eitthvað, þessi bók hefði bara að vera. Já, allan á 7-8-9. Síðan hefði það sem við erum núna með 7-8-9 hefði átt að vera 10-11-12. Já, þeir hefði getið gert það, en þeir gerðu það ekki. Nei, þeir voru að drífa sig. Þeir þurfti að græða peninga, því að það þurfti að fjármagna kaupin sem fyrst alveg pottið. Það er eðlilegt. Þú greiðir rosalega miklum pening í eitthvað og þú verður bara að fá peningin tilbaka. Það má ekki taka 20 ár, það verður að taka nokkur ár. Þetta er 2012 og sem þeir kaupið það og þeir eru búin að fá peningin tilbaka 2019 eða ekki, þegar Rise of Skywalker kemur út? Jú. Já. Jú, var ekki 15, 17 og 19? Já. Þeir eru búin að fá penning tilbaka. Já. Þeir eru búin að græða. Og nú geta bara gert þessi vilja. Nú geta gert gott stöf. Já, þeir geta þá leift sér
Þau Meira. getur leift sér meira og þau getur valið hvað seríur fá meiri tíma. Augljóslega Mandalorian að fá meiri tíma. Ahsoka er meiri tíma. Book of Boba Fett fekk ekki mikið tíma og var svolítið svona skautað í gegnum, en það er allt í lagi, það var ekkert ónýtt, en hún var alveg augljóslega skautað aðeins inn og þeir, það er alls konar hluti sem maður svona hugsaði. Þið líður þessi filler-sería. Já, hún er algjörlega filler-sería, en hún er nýtt samt. Þetta var ekkert bara eitthvað gert af því bara til þess að halda okkur, hún var alveg nýtt. Favreau og Filoni voru hana, þeir voru að nýta hana til þess að koma sinni sögu áfram. Eitt sem átti Andor, af því að ég fór svo mikið að pæla í, af því mér finnst það langbesta Star Wars-serían. Já. Langbesta. Þó ég svolítið spenntur Mandalorian seríu 3, fyrst mér Andor besta. Og ég fór að hugsa, hvernig gat þetta skeð? Að þetta sé svona gott. Þetta er alltaf tekið upp í Englandi. Já. Er ég búin að lesa, ég las mér til það, tekið upp í Englandi, og ég fór bara að hugsa, fengur kannski bara verið í friði. Skilu, þetta er alltaf, gæðin sem gerir þetta er Tony Gilroy, hann skrifaði meðal hans Michael Clayton, Born Identity, hann hefur verið svona meiri í svona thriller myndum, eða góðu drama, sem hann er söndur. Bróður hans, Dan Gilroy, gerir meðal hans Nightcrawler með Jake Gyllenhaal. Það er svona með svona lið, svona þeim með eitthvað writers team og eitthvað leikstjóra, flott crew, með líðu pínu, eins og Disney hafi eitthvað bara, hvað er hann í Englandi? Að er að taka eitthvað Andor sér? Já, okkur alls saman það. Þetta er samt, já. Við erum bara í frið. Ódýrari framleiðslur og þeir eru kannski ekki alveg eins mikið að fylgjast með daglegum tökum. Ég held nefnilega ekki, sko. En þetta er samt, þetta er bara svo ótrúlega vel skrifað. Og þetta er bara á pari við þessu stóru þáttaröði sem fólk talar og ég skil ekki, að þetta er Star Wars, að þetta er eitthvað svona franchise heimur, þá fær þetta ekki kannski eins mikið athygli, en mér finnst þetta bara að þessi sería er á pari fyrir mig, persónulega, hún er á pari við Wire, hún er á pari við Oz og Stór orð, Breaking Bad. Þetta er bara eins og HBO hafi fengið að gera Star Wars-seríu. Mér leið þannig þegar ég var á þetta. Þetta er bara, og þeir þurfa bara að fatta það, þetta er málið. Og það er sama með Solo og Rogue One, þessar standalegu myndi. Það er eins og að vægið þeirra fyrir fyrirtækið hafi ekki verið eins mikilvægt. Þetta er bara, við þurfum að koma út hérna, við ætlum að koma út mynd og hún á ekki að skipta á miklu máli og þá allir bara fengi frelsi. Í staðin fyrir að þríleikurinn hafi verið, hérna skiptir rosalega miklu máli að koma þessu út og við þurfum að gera það hratt, við þurfum að gera það vel, við þurfum að fá okkur nöfn, við þurfum að fá okkur. Finnst þér upp á framtíðina, fyrir sem bráðum að slútsubyggi, ég ætla að hafa þetta stutt af þá. Svo þetta var skemmtilegt. Ég veit ekkert hvað tíma nú líður. Við erum nálgast kannski 2 tíma. Eiga þeir, þegar ég þeir, þá er ég að tala bara Disney, það company, Kathleen Kennedy og þetta lið. Á að leita meir í bækurnar, það er alveg gott efni þar, sem búið að skrifa, hvort sem það kanon eða ekki. Þeir eru að gera það. Það hafi hafnað þessum bókum, þessum Legends bókum og vil ekki taka þið inn í svona fastan söguheim, þá eru þau samt að taka það. Bara svona cherrypicka. Þeir eru að cherrypicka og gera það á sínum forsendum í vonum að þá geta skapað heildrennan söguheim frá mig núna. Af því að þær stangast á við hvora aðra líka bækunar. Það er ekkert endilega, Timothy Zahn sem gerir Thrawn þríleikinn, gamla og nýja. Er þetta sami gaur? Sami gaur sem skrifar gamla Thrawn þríleikinn og nýja Thrawn þríleikinn. Við erum konið 2 þríleikinn núna. Thrawn. Allt Thrawn? Það eru konið 6 bækur Thrawn. Í kanon. Og ertu búin að lesa þetta allt? Ég er ekki búin að lesa seinni þríleikinn sem heitir Thrawn Ascendancy, sem gerist þá áður en eiginlega kemur inn í veldið. Já, við skilst það. En Thrawn fyrir þríleikurinn sem er kanon fjallar raunir bara hans samskipti við Anakin, eða Vader. Það er hann kynnist honum sem Anakin og hann kynnist honum sem Vader. Og hvernig er þeirra samband? Styrt. Vader fílar ekki Thrawn? Vader hatar Thrawn. Hatar hann? Af því hann sér ekki hvað Palpatine sér við hann.
hann skilur ekki akkur þessi fær bara að valsa hér fær ótakmarka fjármagn stjórna herrveldinu eins og hann bara vill og hann skilur ekki þannig að hann upplýst sig sem hægri hönd keisarans en alltaf samt stilt upp með þessum þrón sem fær alltaf að gera eins og hann bara vill. Það er eitthvað svona öfundsýki afbrýðisemi. Já, þetta bara afbrýðisemi og þrón gerir sig grein fyrir hver bak grímuna. Hann með fáu sem fattar að þetta sé hann ekki. Já, að hann hefur kynst báðum, að því hann sér hegðun, hann skilur bardagastýla og allt það. Hvernig horfir þrón á Vader? Er hann hræddur við það? Nei, hún finnst það bara honum finnst hann vera kaotískur, óþægilegur, þú veist þess að hann treystur hann ekki fyrir því að taka skynsamar ákvarðanir en skilur það hann sem bara álagslega öflugur og verði ekkert að stikka við honum. Er Þrón einhvers konar bardagamaður líka eða er hann bara svona taktískur? Hann er bara taktískur, hann er bara þar. Það er ekkert svona fight scenes sem að er eitthvað í bókunum að svona berjast eitthvað leið, þetta er ekki þannig karakter. Nei, en það gerir hann líka bara svo ókvæðinlega, bara eins og Palpatine. Palpatine fyrr áður hann grípur sverðið í Revenge of the Sith er ókvæðinlegur óvinnum þess að hann sést ekki. Hann veit ekki náðanum, hann er búin að spila alla. Og svo allt í einu mætir hann bara og berst við Jóta eins og ekkert sé. Þannig er öflugur öllum hliðum. Þrón þarf ekki einu sinni að sýna afl sitt. Þannig séð. Þegar þú hugsa núna framtíðina, það er að koma nokkra seríur, það er ekki komið, ég held þessi rétt sem það er ekki búið staðfesta beint einhverja bíómyndir, það er ekki komið, það er ekki rétt sem ekki neitt. Það er ekki búið að segja, þú veist, það kemur ný Star Wars mynd 26 eða eitthvað, það er einhverja hugmyndir, eins og rættum á hann, Taika kannski gera eitthvað, Rian Johnson kannski mögulega, Feige kannski, þú veist, við vitum ekki, en það er búið að tilkynna okkur seríur, Ahsoka, Mandalorian season 3 kemur núna í mars. Já, almáttur. Stutt í hana. Ég veit ekki alveg hvernig ég gefið út hennar þátt, en það er stutt í, við erum að taka upp núna 14. februar, þetta er bara 2 vikur í Mandalorian. Já. Andor, season 2, menna hún er í vinslu. Ég held að sé bara skjóta hana í dag. Ég held það. Ég ætla hann búin að vera að sjá stillur á Facebookinu mínu úr tökum. Já, einmitt. Þannig að það er í vinslu. Svo var að koma, hvað heitir hún? The Skeleton Crew eða eitthvað svoleiðis. Já, sem er Jude Law. Jude Law leikur í henni. Áhugaverð. Á það ekki líka fjalla krakka eða úlinga. Jú, eitthvað svona smyglara hóp og eitthvað svoleiðis. Og það er kannski svona tengingin líka inn í glæpaheiminn. Það getur verið töff. Já. Þannig að þegar þú sér þetta, það sem er framundan, það sem er búið að tilkynna. Já. Spenntur? Mjög spenntur. Er það björt framtíð? Á þess að fara út í pólitík þá finnst mér þetta mjög spennandi og þeir eru augljóslega að leyfa sér þess að ef þeir væri bara eitthvað fanservice, reyna að græða peninga sem hraðast, þá væri þeir ekki að gera þetta eins og Skeleton Crew eða eitthvað svoleiðis. Þeir eru að reyna að skapa eitthvað annað, leyfa sér að fara í misbundi þemu, genre og þannig. Ég nú las í nýlega bók sem heitir Death Trooper sem er zombie Zombie Star Wars. Zombie Star Wars? Zombie Star Wars. Það er æðislegt. Það er bara... Viltu sjá það fara út í eitthvað svona smá craziness? Já, ég veist bara, Star Wars fyrir mér er bara ákveðin heimur sem ég í raun og veru átta mig ekki alveg á hvað gerir Star Wars og Star Wars, hvaða tákmyndir eru það sem láta mig upplifa þessi Star Wars heimi. En mér veist bara, það megi virka þetta. Það megi bara fara að gera alls konar. Taka meiri sénsa? Já, en þeir gerðu það. Ég meina, Evox þættinir og Evox myndinar sem koma 90, 80 eitthvað. Já, alveg. Í teiknimyndinum með Evox. Já, það er bara allt annað genre þannig séð. Það er krakkaefni. Og akkur þá ekki gera hrollvekju, akkur ekki gera eins og Andor eitthvað svona glæpa hæst. Political thriller slash eitthvað, já. Bara alls konar. Gæti bara séð með svona spennumyndir, svona hraða ég veit ekki, Oceans, Taken, svona þannig take á á heiminn, innan heimis. Ekkert ólíkt hvað þessum voru að gera í fyrstu season af Mandalorian. Hver einasti þáttur var eitthvað svona mismunandi svona standalone genre. Þú með hann er verið að vinna með Kúrika þema sem er svona
yfirgnæfandi líka í þessum Star Wars heimi. Svona samúræ líka. Samúræ og kúrikar og fangelsið sem þeir fara inn í til þess að brjótast út. Það alls konar, en svona genre týpur í gangi. En þannig að þó að þú sett mjög ánægð með Andor og við erum samanlega vel skrifa, flottir, það er ekki gaman að sjá að þetta er tekið upp úti. Þetta er ekki allt eitthvað green screen eða eins og LED-skjám sem var svolítið mikið í Mandalorian. Það var ekkert. En það er svona öðruvís, já, þú sér mun samt það ekki. Finnst þú ekki finna fyrir á svona áþræfanleika? Jú, algjörlega. Það er gras sem hreyfist í vindi og skilur, þetta er bara hlutir meira nærmyndir af hlutunum og handfjallaðir inn í rýmum. Já, aðeins með svona ekta. En þú ert ekki að segja það að þeir þurfa að fara alveg eftir Andor-formúlunni. Þú til í allt. Nei, ég til í allt og ég var rosalega mikið til í að sjá eftir Rise of Skywalker tíma, þar sem við fáum eitthvað nýja ógn. Ekki meira veldi, ekki meira Ekki First Order Já, ekki annað svoleiðis. Fáum eitthvað nýja ógn. Jafnvel eitthvað sem saman þá, Republicið eða eitthvað svoleiðis gegn einhverju nýri og átt. Úf, ég var til það, maður. Það væri bara æðislegt. Og hvort þið nota Legend, Yuuzhan Vong geimverunar eða eitthvað svipað, það væri æðislegt. Ég myndi alveg vilja sjá ógn sem stjórnast ekki af forsinu. Það eitthvað sem Já, eitthvað svona alveg nýtt í raun. Já, eitthvað sem forsið ekki merkilegur hlutur í bardaganum endilega við. Það er notæft en það er ekki alfa og omega og endirinn öllu ég reyna að berjast við okkur ógn. Því að þetta er svo mikið galdrar og bara sá hvað sem getur galdra meira. Ég vil sjá mannlega hliðina, eitthvað svona fólk sem hefur eitthvað að missa líka. Shit, þú ert svo mikið að selja mér. Ég hafði ekki eins og hugsað út í kannski einhver ógn sem kemur utan að og er ógn þá við Sith og Jedi, bara allt fólki sem býr í þessum heimi, þessari vetrarbraut. Ég væri til í það vil ég sjá í bíó. Já. Þetta hljómar episk möguleg saga. Já, en það er það sem þessar bækur eru ofta að gera eins og að tala Darth Bane þríleikinn, þessar plánutur, hvað Darth Bane í byrjun þegar hann er að útrýma Sith veldinu með sinni hugmyndafræði. Það er stórkostlegt og það er það er svo áhugavert. Eiginlega allir uppáhaldskarakterinn mínir í Star Wars koma upphaflega í bókaformi. Darth Bane, Darth Revan, Já, Revan, var hann ekki fyrst úr KOTOR? Nei. Jú, en hann fær sig hann er svona bókakarakter. Já, mér finnst hann vera svo hann er svo dýpri og hann er líka búin að fá bækur í kringu sig, hann er búin að fá sögu. Það er búið að fjalla eins meira hann einmitt í bókum. Já, það er búið að fjalla meira þessa karaktera og með dýpri skilning á þeim en Luke Skywalker, þannig séð. Ertu hrifnar af Sith karakterum heldur en Jedi? Eða svona vondalegir, þú elskar Þrón. Ég er ekkert hrifnari af þeim þannig sé að aðeins meira spennandi. Þeir eru spennandi vegna þess að þeir fá einhvern meira heillandi persónusköpun. Þeir fá að vera miklu snjallari og klárari og þannig. Ég er rosalega hrifinn af Qui-Gon Jinn með mjög spennandi karakter. Sammála. Það er bara af hverju alltaf fíla hann í bótt. Af hverju fengum við ekki meira af honum? Það er bara, ég skil ekki. Áhugaður Jedi? Já, af því að það tókstriti á hann. Sami Count Dooku tókstriti á hann. Og þá menn ég Count Dooku áður hann verður Sith following. Þeir eru ekki hrifnir af þessu staðnaða Jedi order sem eru rosalega blind og hafa of mikla trú á sjálfu sér. Halda þau séu með allt á föstum tökum og halda þau séu með reglu í heiminum, vita ekkert hvað er gerast. Og það má bara telja á bara hegðunir eins og bara henda öllu frá sér. Þetta Jedi Order, Yoda og þau bara, nei, hann er ekkert hann er allt innu öflugasti Anakin mætir, öflugasti Jedi möguleiki allra tíma, hærra midichlorian og þau bara afskrifa þetta því að þau funda hann ekki eða þau bjögga hann ekki til, að hann kemur svo seint inn í allra þessu. Það er hroki. Það er rosalega hroki. Og
bókasafn vörðurinn, Jokasta, sem segir bara, ef það ekki kerfin okkar, þá það ekki til. Og þetta bara svo brjálæður hroki. Og og það ótrúlegt að horfa á þetta. Og nú var ég að horfa á Tales of Star Wars. Ég búin að sjá Betur það ekki, þetta teiknað? Já. Og þetta ekki standalone þættir? Jú, þetta 6 standalone þættir, fjallað Count Dooku og Ahsoka, aðalega. Ég hef ekki hort á þetta. Er það gott stöf? Mér finnst það mjög skemmtileg smá innsýn. Bara aðeins vera sjá innsýn inn í hugarheim karakter og af hverju gerði þetta. Far meira að sjá persónur sem hefur ekki sést síðan í episode 1. Það hinn eitthvað sem maður mann eftir. Yaddle, sem hann var, Yoda var hluti af Jedi Order. Já. Og svo var Yaddle, sem af sama geimverustofni og Yoda. Og hún bara hverfur. Og við fáum enga innsýn í þessa geimverur aftur fyrir Grogu. En hann Yaddle allt í einu mætt. Og það var að útskýra hvað varð fyrir hann og af hverju hún fá aðeins að kynnast í hvað varðum hann. Það sér þáttur Count Dooku. En Yaddle kemur fyrir. Og við fáum aðeins að vita hvað varðum hann. Þetta ekki frekar stutt þettir? Bara 20 mínútur eða eitthvað? Jú, 15 til 18 mínútur. Já. Það ekki að gera seríu, þegar svo gerðu þeir Visions? Nei, hvað hétt það var ekki eitthvað svona Star Wars? Visions. Séð frá mismundi var það ekki anime og eitthvað líka? Jú, alls konar. Það bara að fá alls konar animators til þess að gera mismundi stíla. Sástu það? Ég búin að horfa á eitthvað af því. Ekki sést þetta? Jú, ég held að þetta hafi komið. Nú horfi ég á efni, það svo mikið að horfa á þessa dagana frá mismundi miðlum og mismundi fransæsum, maður hefur ekki tíma í allt, maður með vikulegt eitthvað, maður með x tíma að horfa og það eitthvað einn datt út, en ég að reyna að koma þig aftur inn í gláp. Ég þarf að tjekka á þessu Tales of the Jedi, nei. Hvað sagði það? Jú, Tales... Hvað sagði ég? Það ekki Tales of the Jedi? Jú, eitthvað trúleðis. Það var eitthvað þar. Ég þarf að kíkja það. Ég vissi af því, þetta ekki það gömul serja. Nei, ég kláraði þetta. Kom ekki bara í fyrra eða eitthvað? Jú, ég kláraði þetta bara einu kvöldi. Það var bara one-off kvöld til þess aðeins að fá meira til þess að hugsa varðandi Star Wars. Þannig að samkvæmt þér, Biggi, framtíðin björt í Star Wars heiminum? Já. Fyrir okkur Star Wars nördana? Nóg ekki taka. Þetta endalaust. Og það má líka bara gera þetta aftur. Hvað mennum við? Gerðu þetta aftur? Bara byrja på nýtt. Bara endurgera? Af hverju ekki? Bara, leifa ykkur, bara gera þetta anime. Taka bara alla episodes aftur. Bara gera anime eða bara ykkur aðra nálgun. Bara, byrja upp á nýtt og gera þetta í þáttum í staðin fyrir kvikmyndum. Já, því núna geta þér gert það. Ég myndi það hafa bara tæknina og budgetið og svona. Geta gert það. Herru, fyrir maður slútið svo mikið, þetta búið að vera ógeðslega skemmtilegt og fræðandi. Takk fyrir það. Ég var að fræðast rosa mikið lórið sem mér finnst mjög áhugavert, mér finnst það rosa skemmtilegur heimur og ég sjúklega spenntur Andor season 2. Fyrir mig persónulega, það sem svona framundan, ef ég fengi að ráða, þá er þetta Andor season 2 og svo ég rosa spenntur við Ahsoka. Það bara topplistunum hjá mig líka. Mér langar að sjá, mér finnst hún frábær leikona, mér finnst það skemmtilegu karakter, nokkuð sjá hvert hún að fara og ég er svo spenntur að sjá Thrawn. Já, það það sem kýtla mig mest. Thrawn og vita hvað gerðist fyrir Ezra Bridger. Ezra Bridger var með sögu í Rebels, ég mæli með Rebels-seríunni. Hún ekkit of krakkaleg? Hún byrjar þannig, en þú ert að horfa á krakka eldast. Hann fer frá að vera úlingur yfir í þroskaðri persónu og hann fer að nálgast máttinn á öðruvísi hátt. Þannig ég er mjög spenntur að sjá hvað varðum hann, það er meiri von í honum en mörgum á þessum Jedi, held ég. Rebels, ég þarf að tjekka því, ég þarf líka að drullast þess að klára Clone Wars, ég þarf að lesa þessum bækur, hann hefur takmarkað tíma, en ég ætla að gera mitt besta, Biggi, takk hérlega að koma. Takk fyrir mig.